Já, komið sæl. Sýnir Egil Sils á þessum sunnudegi sem öðrum. Við sitjum hérna bræðurnir, ég, Sigurður Magnús og Gunnar Smári hérna gengt mér. En gestir okkar í fyrri hluta þáttarins eru Kári Gautason, búfjárerfðafræðingur, Jódís Skúladóttir, fyrrum þingkona Vinstri-grænna og fyrrum félagi í Vinstri-grænum. Og Benedikt Erlingsson er leikari, leikstjóri, handritshöfundur og eitthvað meira. Já, ekki flokksbundinn, neins þar. Ekki? Nei. Ertu á lausu? Yfirlýstur kapitalisti. Gunnar skilgreindi mig eins og sem kapitalista. Já, þú sagðir að kapitalisti var sá sem náttúrulega græddi peninga á peningum. Svo ávakstaði féð sitt, sem sagt. Já, áttu mikinn auð. Já, ég hef leigt út íbúðina mína og það er meiri kapitalisti. Og ef ég á peninga bankabók og fæ vexti, þá er ég kapitalisti. Nei, það er litla barnið sem ber út mokkan og leggur peningan inn á bók, það fær líka vexti, en það er ekki verið kapitalisti. Jú, það er lifið í kapitalistiskum heimi og tekur þátt í leiknum. En þú vinnur það ekki? Jú, ég vinn. Kapitalistarnir vinna ekki, þeir láta auðvitað vinna fyrir sig. Já, það er bara ok, þannig ég þarf að lifa á þessum dauðu peningum til að geta verið skilgreindur sem kapitalisti. Þannig ef þú misskilir mig og hefur gengið göturnar að þú og Elon Musk séu saman í liði, þá verð ég að svekkja þig með því að það var misskilningur. Þetta eru áfall fyrir mig, þú ert ekki að vera í liði með þessu fólki. Þú ert alþýðu maður. Við skulum taka tillit til þess og kannski verða þeim að komast að áður. Ég er menningaelita, ekki taka það frá mér. Nei, þetta gerir engum... Ég skal vera talsmaður menningaelita. Þegar ég hérna í morgun, þá þegar ég var svona undirbúrað og ég var að hlusta á fréttirnar. Og þá kemur enn þessi hryllingur frá Gaza, að það er verið að skjóta á fólk sem kemur inn á hjálparsvæðin til að sækja sér og ég held ekki að drepið ykkur 30 við þetta í nótt. Þetta er meiðandi fréttir, er það ekki? Það sé alltaf ég að segja. Þetta er meiðandi. Algjörlega. Algjörlega óbærilegar, sko. Dag eftir dag. Ég meina, þetta er bara eins og blasir við öllum að þarna er ykkur ríkisstjórn sem er að leita henni endanlegu lausn á Palestínu vandanum sem hún er að framkvæma orðatæki úr henni hræðilegu helstefnu á síðustu öld. Þannig að það er merkilegt, þetta er einnig sko fórnarlambi, kannski kastar þetta kastljósi á hugarfar fórnarlambsins, alveg eins og Hitler tókst að sannfæra þýsku þjóðina að þeir varu fórnarlömb Versailles-samningana, fórnarlömb hinna innri óvina, fórnarlömb hinna vondu sem voru meðal annars gyðingarnir og það er réttlæti alla grind þeirra. Og sama hátt hafa Ísraelsmenn heldur betur verið fórnarlömb þessara hluta og geta réttlætt sína grind. Og Palestínumenn líka ekki síður, þeir eru auðvitað líka fórnarlömb og hafa verið það sannarlega en eru líka stundar grimmdarverk og þeirra terrorista hreyfingar. Þannig að fórnarlambið er alltaf sko orkan sem þú býr til þess að gera fólk að hamslausum dýrum. Ég held að það sé nú líka við sem að trúum ekki á hernað og rekstur hernaðar sem eru auðvitað bara gríðarlega mikil ranghugmynd að aukin hernaður færi frið. Það mun ekki gerast. Við sjáum það bara. Og það eru svo margir fletir á þessu. Á sama tíma og við heyrum þetta, 30 manns eru skotin við það að sækja sér sko algjöra neyðaraðstoð. Fólk er að svelta í hel. Hér voru mótmæli í gær og þar ægði nú saman annars vegar fólki sem að vill herða á og svo aðrir sem að vilja eitthvað annað. Og eitt af því sem að ég rak augun í að því að það komu svona 2 fréttir ofan í hvor aðra, annars vegar voru börn að sameinast móður sinni að koma úr þessu ástandi sem við erum að horfa upp á. Og hins vegar fréttin af þessum mótmælum þar sem að stóð á einu skiltinu að það ætti að stoppa fjölskyldusameiningar. Og að því að við erum nú að horfa hérna til okkar nánasta umhverfis, þá finnst mér orðið
rosalega einhvern veginn súrt andrúmsloft í kringum öll útlendingamálin. Þau eru búin að vera það lengi og þetta það stærsta sem að steytti á í samstarfi fyrrverandi ríkisstjórnar. En nú höfum við nýja ríkisstjórn, nú höfum við alls konar nýja stjórnarandstöðu, en sko málin eru bara rosalega þung, sko. Ég held alltaf að segja að nú höfum við nýja ríkisstjórn og Bergþór Ólason, hann er höfuð stjórnarandstöðunar. Kóngurinn í stjórnarandstöðunni, já. Nei, ég byrjaði á svona kannski leiðilegu máli sem er hérna, þetta sem er að gerast þetta. Já, þetta er bara hryllilegt, en líka finnum að hvað maður verið dofinn fyrir þess að þetta er upp á hvern dag, sko, en það er samt sem áður einhver umræða innan Ísraels að þetta sé nú að vera komið gott. Ég sá að fyrrum forsætisráðherra Ísraels, Ehud Olmert, skrifaði grein í einhvert héraðsfréttamiðil þar sem hann sagði að Ísrael er að fremja stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni og við höfum ekkert plan. Þannig var minn skilningurinn á þessu. Þannig að það eru einhverja deilur þarna, en þetta virðist nú vera grundvallar vandamáli að þessi öfgasinnar þarna sem vilja gera nýjar landnemabyggðir og flytja Palestínumenn set og allt það mun ekki búa til neitt frið. Nei, svo held ég að sko okkar innri rasismi endurspeglast svo vel í því sem við sjáum, að við nefnum ekki fílinn í stofunni, sem að við erum öll til í að fordæma Ísrael og hvað þau eru að gera. En í skjóli hvers? Ekki gengur þetta. Það eru Bandaríkin, það er NATO. Ef það yrði til einhver stríðsréttarhöld þetta í framtíðinni, þá var það Bandaríkin og Ísrael sem var dregin til ábyrgðar. Án þeirra er þetta ekki hægt. Þetta er náttúrulega hryllingur og kannski eðlilegt að fólk fyllist vonleysi. Rætur átakana eru djúpar og það er eiginlega mjög þekkt afstaða fólks á Vesturlöndum að þetta sé eiginlega óviðráðanlegt, en ég held að svo sé ekki. Það er mikil mótmæli sem hafa verið víða í Bandaríkjunum og í Bretlandi til dæmis sérstaklega, og það má merkja þótt að sé sára lítill munur og mjög mikil hænuskref sem hefur verið að stíga. Það má merkja það stjórnvöld í Evrópu til dæmis sem að hafa hegða sér bara eins og leppríki Bandaríkjanna í þessu máli, að þau eru að leita að einhverju leið til þess að svara ákalli mikils fjölda íbúana sem að heyrist misvel. Sums staðar eru svona mótmæli bara bönnuð og fólk sem stendur í þeim er bara þaggað niður, en annars það næri þetta í gegn og þannig ég myndi hvetja fólk til þess að halda baráttuna áfram frekar heldur en að gefast upp, því að það er vel ekkert annað í boði, og þetta er svona mál sem er þjóðarmorði í gangi. Það kallar á hvert og eitt okkar að bregðast við með einhverjum hætti. Þetta er eins og bara þjóðarmorðið fyrir 80 árum. Að það kallar á hvert okkar, og það verður svona aðsnallt að segja þetta ef samviska fólks kviknar ekki, þá má segja að það verður spurt afstöðu hvers og eins. Og verkfærið er sniðganga. Það er eina verkfæri sem okkur stendur til boða, og við höfum þessi tól og tæki. Munið þegar Reykjavíkurborg ætlaði að boykottera allra ísraelskar vörur í innkaupum. Það endaði í einhverjum rosalegum lobbyisma sem endaði á því að menn gáfu eftir. Ég held að það hefði út af nýja hótelinu sem var verið að byggja. Edition, hann að niðri við Hörpu. Og af hverju tökum við þetta ekki upp aftur? Er ríkið að kaupa einhverja ísraelskar vörur? Er Reykjavíkurborg til í þetta með sínum meirihluta að gera eitthvað raunverulegt núna? Og sniðganga, fara í massífa sniðgangu? Handboltasambandi, það er búið, þetta er sko, hefur verið stæðst í styrktaraðili og þau er bara klippt á það núna. Út af uppreist leikmannana. Uppreist leikmanna. Og hugsaði stelpunar í fótboltanum sem voru náttúrulega verið að kasta í þæra því að þær kepptu móti Ísrael, meðan kallarnir þarna í KSÍ bara bent á stelpunar, alveg eins og
RÚV hefur gert líka. Fyrst bentu þeir eins og frægt var á flytjendunar og þeir áttu að ákveða það sjálfur hvort þeir færu til Ísrael og nú bentu þeir allt í einu á ráðherra og sögðu að hann hefði dagskrárvald á Ríkisútvarpinu. Það var ekki hjá þeim. Heldur var þetta ákveðið á ríkisstjórnarfundum hvort við tækjum hann í sjónvarpsskjám. Þannig tekur engin ábyrgð. En til dæmis gott dæmi þetta Eurovision. Þetta það minnsta sem við getum gert. Þetta það ódýrasta sem við getum gert og það öflugasta. Og það höfðu menn ekki eins og hugrekki til þess að gera. Ég hlusta á ræðunina hans Páls Óskars. Hún var mjög kröftug sem hélt á Austurvelli. Þetta svo skammarlegt. Þetta minnir reyndar á Eurovision Azerbaijan. Það var búið að drepa alveg fullt af fjölmiðlafólki. Talandi bara fjölmiðlamenn. Þú veist, það var að drepa blaðamenn. Stofnunin Ríkisútvarpið vildi ekki eins og standa með blaðamennunum sem hafa verið drepnir í massavís. Ekkert frekar heldur en Azerbaijan þegar þeir héldu partíið þar. Og þar voru þeir náttúrulega teknir og pyntaðir allir þar innlendir blaðamenn sem höfðu eitthvað að vilja vera afhjúpa þar. Þannig það grundvallar skortur á svona minimal samstöðu með prinsipónum. Það má merkja að það sé möguleiki að sé að einhver stífla sig að bresta. Kannski maður bara of bjassinn og maður horfir á það sem eru merki það. Var ekki Dublin sem var að slíta svona vinasambandi við Tel Aviv og svona, ég talaði við Helena Ólafsdóttur öryggissérfræðing við Rauðaborðið og hún var að benda á að núna væru þingmenn í þinginu sem gætu talað gegn þjóðamorðinu. Nei, í breska þinginu. Áður þá bara fekk þetta fólk bara eitthvað hryllilega útrúð bæði í þinginu og í fjölmiðlum. Þannig að núna orðið svona, það eru fleiri sem að stíga fram án þess að vera rifnir af stallinum eða tekið af þeim gjallarhorni. Bakland hjá því fólki. Þannig að það er viss merkjum að þetta gæti verið að fresta og í Þýskalandi líka. Þýskalandi hefur mjög stóra fréttir. En þarna líka verður maður að spyrja sig að því að það er nú ekki eins og þetta hafi verið að byrja bara í gær eða fyrradag. Þetta gríðarlega flókin og löng saga en við erum þó að horfa þarna á 7. október og sem eitthvað punkt þarna. Af hverju þurfum við að bíða og sjá? Af hverju höfum við ekki hugrekki? Alveg svo við höfum hugrekki til að viðurkenna Palestínu. Af hverju höfum við ekki hugrekki til að hafa forgöngu því það er alltaf að vísa við verðum þá að gera það í samstarfi við önnur lönd. Ég meina, búið að vinna alla þá vinnu, erum við bara klár með okkar afstöðu og fáum svo fólk með? Þetta hlýtur að vera einhverjar efnahagslegar skrúfur í gangi. Það hlýtur að vera einhver lobbyismi eins og vita þeir. Það hlýtur að vera og það auðvitað. Og við séum þáttakendur í því. Já, ég meina það einhverjir, innri kraftar sem valda því af hverju fólk stendur ekki með stóru prinsipónum. Það heitir pólitík það ekki og stundum, ef það væri leyniþjónusta á Íslandi, þá væri hún örugglega búin að kortleggja þetta, skilurðu. Hverju innan ráðuneytisins eru á mála hjá, ég veit ekki, skilurðu. Hvað liggja fræðirnar? Hvernig á sér stað þessi þrýstingur inn í pólitíkina, inn í embættismannakerfið? Þú veist, það nú þess vegna ég eini radikalinn sem talar fyrir leyniþjónustu á Íslandi. Þess að rannsaka sig til Samherja, tengst þeirra, álverin, tengst þeirra, stórveldin, tengst þeirra inn í okkar eigin stjórnkerfi. Ég meina, leyniþjónustan hafa ekki verið að rannsaka einhverja radikala, einhverja umhverfið sinna. Það bara, þú veist, þeir eru stóra, það eru landaráðin og landaráðin gerast í þessum stóru blokkum. Við erum undir áráðasvæði Bandaríkjanna og þau Bandaríkjana skilgreina þannig og ég held að sé bara viðurkennt alls staðar í heiminum. Ég held að Pútín og veit það og Kínverjarnir veit það og bara allir beygja sig undir það. Og það náttúrulega bindur hendur íslenskra stjórnvalda sem að telja það að þau geti ekki farið gegn vilja Bandaríkjanna nema í einhverju svona kurteislegu tali og þau óttast bara að það geti haft einhverja afleiðingar. Ég býst við að þess vegna erum við með stjórnvöld sem að þora ekki að tala í svona takt við mikinn meiri hluta þjóðarinnar sem að allar kannanir hafa sýnt að styðja frelsisbaráttu Palestínumanna. Ég held að það eru bara Írar og fleiri sem að skora hærra en við í því. Svo þetta líka og það er líka bara mín reynsla að þú veist, þetta mjaka svo hægt að stjórnvöld bæði fyrrverandi og núverandi
eru orðin ögn hugrakkari, það má segja þjóðamorð, það bara mátt ekki segja þjóðamorð. Það má ekki nefna Bandaríkin. Þú veist, við fyrir svona aðeins áfram, en þú veist, það ótrúlega dapurlegt, af því að á meðan enginn tekur skarið. Þá bara mjallar þetta áfram. Írar eru ekki í NATO, hafa aðeins meira málfrelsi en við. Já. En Spánverjar í NATO og þeir eru heldur betur að taka sitt málfrelsi. En þetta spurning hvort þetta sé ekki huglægt, þessi pressa, þessi þóknum í Bandaríkin. Ykkur raunveruleg skrúfa? Hvað gæti gerst ef Ísland myndi taka eitthvað stór skref sem var ekki í sátt við Bandaríkin? Samkvæmt varnarsamningi sem að Guðlaugur Þór gerði, þá getur Bandaríkjar hér komið og tekið landið ef þau telja það vera nauðsynlegt. Og fjarlægt þig og fleiri sem að standa í vegi. Gulli samtu þetta. Það er gott að þetta komið fram, sko, og erum við þá raunverulega hræddir um þetta. Dómsmálaráðherra í utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hann var hérna daginn. Nei, Breta, David Lamar. En mér finnst líka svolítið áhvert í þessum tengslu við þetta áhrifasvæðistal, sko, að var það ekki í þessari viku þar sem það var haft eftir Kristrúnu á fundi erlendis að hún vildi eyða 1,5% landsframleiðslu í varnarmál eða varnartengd mál. Mér fannst þetta svolítið áhugavert bara svona í ljósi, þú veist, var búið að ræða þetta í utanríkismálanefnd, er þingið með í þessu samtali því að þetta er náttúrulega bara gjörbreyting, tíföldun á framlögunum svona upp í eitthvað sem álíka og kostar að reka skólakerfið eða eitthvað svoleiðis, 70 milljarðar. Og hvað fellur undir varnarmál? Í hvað fara svo peningarnir raunverulega? Það sem að NATO skilgreindi, það getur verið vegalagning eða hafnir eða flugvellir eða eitthvað sem aðstoðar her að hreyfa sig og ferðast 70 milljarðar á ári. Já, það getur verið hvað sem sko. Það er hálfur landspítal á ári. Já, ef það eru vegir og hafnir þá kannski er þetta í rauninni verið að selja eitthvað sem við erum að gera hvort þið að við erum að byggja vegi og það væri... Við erum ekki mjög góð í því reyndar en... Nei, að byggja allt og lítið að þeim og svona Það er forræði 1,5% af landsframleiðslu er líklega svona 4% af ríkisútgjöldum sem að færi þá undir forræði NATO, að NATO verið að samþykja þetta séu varnartengdir innviðir. Það var líka nefnt þarna varnir gegn netárásum og öðru slíku. Það er leyniþjónustan. Það er leyniþjónustan. Það er vísir að leyniþjónustinni. Þið veitir hvernig þetta, ég er alveg búin að sjá þetta fyrir mig, sko. Við þurfum að búið til stjórn leyniþjónustunnar. Og því að leyniþjónustur er náttúrulega stórkostlega hættulegar eins og saga Stalins sannar, sá sem hefur upplýsingarnar hefur völdin og hvernig getur við passað upp á þessi leyniþjónustur bara ger ekki, kúpi ekki landinu og þá skipum við sko svona sjálfstæða og við höfum í reglum það má bara, í stjórn mega bara setja íslenskufræðingar og bókmenntafræðingar og ljóðskáld. Þannig að sko það er ljóðskáldin. Það er auðvitað fólk sem hefur enga svona hagsmuni af því að taka völdin. Og við höfum bara ljóðskáld og svona íslenskufræðinga í stjórn leyniþjónustunnar. Mér finnst það góð til að það er ekkert víst að þetta klikki. Nei, það er ekkert víst. En ljóðskáld hafa haft mjög vafasamar stjórnmálaskoðanir, Esa Pound og fleiri. Jú, hvað hérna Bosníu-Serbinn, Ég nefndi Bergþór Ólason áðan þegar þið voru að tala um þingið, en hafið þið verið að fylgjast með þinginu? Það er nú erfitt að hætta því, sko. Ég horfi á það sem afþreyingarefni núna frekar en að vera með það sem eitthvað alstarf. En já, maður getur ekki annað en kveikt á þessu reglulega. Ég geri það svolítið. Ég fylgist alveg vandræðalega lítið með þinginu og er svona aðeins að byrja að ná upp svona takti aftur. Ég þurfti alveg bara break frá þessu og en það eru auðvitað ótrúlega margt og mörg stór mál, maður auðvitað fylgist með, það eru sjávarútvegsmálin, það hefur verið mikið til umræðu, búvörulögin og dómurinn í kringu þau, það er margt í gangi sem maður getur ekki sleppt í að fylgjast með bara tíðarandanum, þannig að jú, maður er svona að reyna þess. En þú varst með ykkur uppsteyt í vikunni? Var ég með uppsteyt? Það varst ekki að segja þau úr Vinstri-grænum? Jú, ég gerði það. 1. maí þá gekk ég úr. Já, mér staknaði við hann. En af hverju sagðir þú ekki? Það er alveg flókið svar, sko, því að í hjarta mínu tilheyri ég VG og ég hef
gríðarlega trú á stefnu þeirra hreyfingar og þar sameinast sko friðarstefnan, kvenfrelsið, félagslega réttlætið og náttúruverndin og þetta eitthvað allt sem að ég trúi á og stend fyrir en til lengri tíma hef ég ekki alveg verið sátt við hvert VG hefur verið að stefna og við vorum alveg nokkur í hreyfingunni bæði núverandi og fyrrverandi félaga sem að flögguðum rauðu fyrir löngu síðan sko, áður en að Katrín fer og áður en að eitthvað en þannig að ræturnar eru dýpri ræturnar eru djúpar hjá mér gagnvart þessari stefnu. Ég sagði það bæði fyrir kosningar, ég tók enga þátt í kosningabaráttunni og sagði formanni hreyfingarinnar það ég hefði ekki trú á þessari vegferð og þessu verkefni og ég hef svona svolítið líkt við það að VG hafi keyrt fram að hengifluginu með galopin augun sko, því að þú veist, það var ekki bara fólk út í bæ, heldur líka félagar úr grasrót sem að bentu á þið eru á rangri braut en þá áttum við málamiðlanir sem voru gerðar til þess að halda völdum já, bara svo miklu meira bæði innan flokks stjórnarsamstarf það bara ótrúlega margt við höfum fengið upp í hendurnar ýmis tækifæri í því að Katrín fór sem að mínum að einn ef ekki sá allra öflugasti stjórnmálamaður sem við höfum átt á Íslandi þegar hún fór, það var eftir sjá í henni en í því fólust líka gríðarleg tækifæri við klúruðum þeim, ekki nýtt neitt en þið samþykktu náttúrulega útlendingalögin nýju útlendingalögin sem hertu töluvert hluti og gerðurinni forstjóran og formar kærunefndar alveg einráðan þannig það ekki eins og niður áfrýjunar möguleikar í dag þannig þetta eiginlega algjört svona eitt dómstig bara eitt dómstig þannig að því að ég veit ég skilði vel það náttúrulega þess sem fólk gengur úr flokkum að þegar prinsipin eru brotin og þetta alltaf þessi endalausa saga lýðræðisins sko málamiðlunin til þess að halda völdun og sko prinsipin annars vegar og það alveg rétt í mínum huga einmitt vinstrigrænir einmitt dæmi saga félagskap sem fer yfir línuna gerir ofmækja málamiðlunum og brýtur tilbaka aftur baklandi sitt og ég var alltaf svo mikið vitni af því þegar ég tók þátt í mótmælum og Austurvelli út af útlendingalöggjöfinni og þarna var öll unglega hreyfing vinstrigrænna stödd grátandi yfir því sem var að vera að gerast og ég hugsaði að þú getur sko svikið svona sko hjartansmál innsta kjarnarhreyfingarinnar þá átti ekki mikinn séns fyrir mig sem þingmann þá voru útlendingamálin held ég að ég geti alveg sagt það lang erfiðasta sem að ég vann í og í það heila og það kannski bara eitt sem að stendur ofar sem að ég mun þurfa að lifa með alla mín ævi og það var að verja Jón Gunnarsson vantrausti sem ég hefði aldrei átt að gera en ég meina, þú veist, ég er bara heiðarleg þú veist, ég fór gegn betri vitund En hvað verið þú enn þá í bóknum? Já ég það og hvernig finnst þér þessu umræða hérna þetta ég meina og fulltjórn tekið eða? Nei, ég dreg engan ef á það að þetta sé upplifun Jódísar vinkonum minnar og maður bara sínum augum lítur hver silfrið sko en það hefur svona, ef maður horfir tilbaka þú veist, maður búinn að vera auðvitað eðlilega svona melta þetta hérna og það niðurstöðu kosningarnar alveg skýrar vinstri vængur íslenska stjórnmála var bara þurrkaðist út hefur enga fulltrú á Alþingi og það endurspeglar vissulega skipbrot VG en það líka endurspeglar einhverja bara stærri breytingu sem að verða Já, þjóðlega ég meina það eru evrópska allavega Já, ég meina vinstrihreyfingar að tapa kosningum út allt og hvað ég kann ekki lausnina á því hvað í gangi sko, en það augljóst að það að verða einhver það verður að verða til ný tegund vinstri stjórnmála til þess að þessi sjónarmið sem eru eilíf baráttu þeirra sem ekki eiga gegn fjármagnseigendum að hún finni sér eitthvað farveg. Það getur orðið
umbylting innan þeirra flokka sem eru til eða eitthvað nýtt orðið til, maður finnur það er alveg gerjun á vinstrivægnum og átök í sósíalistaflokknum, ég hef svo sem ekki heyrt neitt átök innan Pírata, þannig að ég... Já, það var nú eitthvað húlum hæ á þeirra... Þeir eru ekkert vinstriflokkur, láti ég. Já, hluti Pírata eru vinstrimenn. Og kjósendur Pírata eru eiginlega sama mengið og hefur kosið VG og sósíalista. Þótt að fórustan, inn í fórustun eru margir bara nýfrjálshyggjumenn. Já, við vorum með Björn Leví fyrir vík. Já, hann myndi ekki flokka sem vinstrimann og ekki heldur borgarfulltrúana. En það hins vegar þannig að það vinstra sinnað fólk sem hefur kosið Pírata. Óli Þ. Harðar kemur reglulega og upplýsir okkur þetta. Jú. Og ég meina, hann kemur, þú veist, og innan Pírata, eins og á síðasta þingi var auðvitað fólk sem kemur úr vinstrinu og mikilli náttúruverndar baráttu og annað. Við getum talað þannig, við getum ekki sagt að Pírata séu vinstri flokkur. Ég tek alltaf fram þetta sem ég var að segja áðan að kjósendur Pírata, þeir eru félagshyggju og ég meina, þú nefndi Björn Leví og hann hefur oft sagt þetta að stefna Pírata hneigist alltaf til svona félagshyggju vegna þess að kjósendur þeirra og flokksmenn eru þar. Þó svo að sé hluti af það bara einhvern veginn hvernig þessi flokkur var til að þarna eru bara mjög ákaft hægri fólk inn á milli sem hefur haft ítök í forustunni en ég leyfi mér að tala kjósendunar sem vinstra megin og það er bara þannig. En það sem mann finnst svolítið áhvert í þessum að allan að upplifi ég svona eins og að segja svona gat í umræðinni. Það eru ákveðin sjónarmið sem heyrast ekki á þinginu og það breytir því bara hvað verður pólitískt mögulegt fyrir stjórnarflokkana að gera. Vegna þess og til dæmis tengt þessum útlendingamálum að ef að það er aldrei neinn konfrontasjón innan þingsins það að það sé mögulega rétt að staldra við að það er búnar til fangabúðir og eitthvað svona að þá muni það bara gerast. Af því að fólkið sem er í stjórn og stjórnarandstöðu er bara sammála að það sé góð hugmynd, virðist vera. Og þetta ástand held ég að muni ekki vara neitt rosalega lengi, ekki margar kosningar röð að því að fjórðungur fólk sé vinstrimenn, svona vel vinstran við miðju og það er ekkert breytt. Þannig að þessir kraftar verða og munu finna sér einhvern farveg. Ég tek undir það og ég held að að því að hann nefnir útlendingamálið, þá langar mig að nefna sérstaklega líka náttúruverndina, að við erum auðvitað bara að horfa á loftslagsmálin, við erum að horfa á hér okkar auðlindir og landið okkar, að það er pínu ókveikjandi að það sé ekki einhver sem stendur fyrir þeirri varnarbaráttu inn á þingi. Ég ætla ekki að gefa öllum... Viðreisn skoraði nú hæst sem umhverfisflokkur samkvæmt rannsóknum í... Sólinni, nei. Þeir allavega á okkurum svona spurningalistum, þá voru alltaf allir flokkar grænir, sjáðu til. Sá spurningalisti var mjög svona innan úr nýfrjálshyggjunni með svona hugmyndur að auðvaldi sem hefur spillt náttúrunni sé best hæft í því að laga það. Já, þetta skjóta á mig þegar ég trúi því að auðvaldið, það er að nota auðvaldið, við erum að nota öll tæki sem Þú varst vorum áður en við fórum í útsendinguna, þá varst þú að fara okkur hvað gæti orðið breytingar í Hvalfirði. Já, þú veist, þetta byggir alltaf prinsipinu, því miður þá gengur ekki lengur að gera ekki neitt. Þó það hefur alltaf verið besta prinsip varna alla samskipti náttúrunnar að maðurinn stígi tilbaka. Við erum bara komið svo langt fram með hengifluginu að við þurfum inngrip. Eins og Parísarsamkomulagið byggir á, við þurfum að draga þetta efni niður og binda það. Ekki bara í lífmassa heldur alla leið niður í jörðina. Það þýðir, við þurfum að búa til kolefnisjöfnunar iðnað. Hvað sem okkur líkar það betur eða ver. Ef við ætlum einhvers staðar að koma í veg fyrir að hægja á mestu katastrófunni. Hvalfjarðardæmi var gott dæmi, stórkostlegt verkefni. Það er búið að rannsaka Hvalfjörð, hann er mest rannsakaða hafsvæði á Íslandi í dag. Og þarna átti að basa pínlítið upp árnar
og athuga hvort að með því að vinna gegn súrnun, því að þegar haf súrnar þá minnkar lífmassinn og skilyrði lífsins verða verri. Það beinlínis þannig bara skelfiskunum verður veikari, fuglarnir bara, eggin þeirra brotna af því að hafið þeirra súrna. Og þarna átti að vinna rannsókn sem var mjög vel útfærð og dokumentur og samþykkt af öllum þar til bærum sérfræðingum og stjórnvöldum. Það átti að prófa í þessu umhverfi að örlítið basa upp fjörðinn og mæla leið nákvæmlega hvað breyttist. Þess vegna var hann svo rannsakaður. Og þetta út af ótta við einhverja kjósendur og æsing sjálfsagt í Kristjáni Loftssyni og félögum hans og nágrönnum í Hvalfirðinum auðvitað blásið af því það hræddur þingmaður þarna sem verður hræddur við kjósendur sína á svæðinu. En þarna komið aftur að stóra prinsipinu. Við vitum ekki, það enginn svo við horfumst ekki augu við það hvað í húfi. Og varandi stjórnmálflakka og það sem þurfa að tala vinstri eða hægri eða píratar ég sé mest eftir því að hafa ekki bara hellt mér út í pólitík og stofna bara alvöru grænan flokk og bætt við einum grænum flokki í okkar pólitísku flóru. En það væri þá flokkur sem myndi byggja allt sitt á grænu. Öll efnahagspólitíkin væri hugsuð út frá grænni stefnu. Öll félagshyggjan, all afstaða til allra mála ætti alltaf rót í grundvallar hugmyndinni hérna grænu hugsun að vera ekki vandamálið heldur vera lausnin. Var ekki vísir að þessum flokki fyrir síðustu kosningar sem að bauð svo ekki fram þarna í lokin? En í staðinn byrja allir flokkar auðvitað að flagga grænu og þykistu grænu, skilur við. En þetta líklega Pétur mun skamma mig þegar ég kemur himna Vafki að bara henda hann að vinstri hreyfingin og kalla bara grænt frambóð og fara bara og þá getum við verið svona semikapitalistar eins og ég og sagt eða félagshyggjumenn hvernig sem við getum saminast og við finnum alltaf þá saminingaflutin í að vera partur á lausninni en ekki vandanum. Sko að því þú ert að nefna þetta með kapitalistana að þegar að ég fór að horfa upp á sko ég með meistarapróf í lögum og ég skrifaði mína meistararitgerð ETS bókunarkerfið, losunarheimildirnar og allt í kringum það. Og ég var sem sagt, þú veist, að fylgjast með þessari þróunatri svo allt í einu byrjaði að spretta upp fyrirtæki á Íslandi sem að fóru að græða rosa mikla peninga á loftslagsmálum, bara kaupa eitthvað og gróðurseta tré og bara allt í gangi af því þannig virkar það. Leið og einhver finnur peningalikt þá kemur áhugi og ég alltaf að bíða eftir því að fjármagnsöflin sjáu tækifæri í feminisma. Þannig að þá komi kannski einhverja breytingar en svo þegar þú skoðar betur hvað að gerast í þessu þá sérðu að þetta auðvitað mestmegnis svo kallaður grænþvottur. Það að ryðja upp grónu landi til að gera eitthvað annað til þess að búa til úr því einhverja peninga. Það ekki einhver vitleysa? Það eitthvað vitleysa. Það ekki umhverfisvernd, það ekki loftslags. Nei, það einhver hann sem fór fram úr sér, það er ekki mörg dæmi um þetta. Hvað segir þú, Kári? Ég náttúrulega svo mikill verandi svona ræktunarmaður og landbúnaður alltaf hrifinn að því að rækta og bylta landi þannig að ég sé ekkert að því að plægja land til að planta trjám en þetta ekki fallegt rétt á meðan En ekki líka búið að sýna fram á að sumt af þessu þar sem þú ert að rjúfa gróið land, kjarrlendi þar meiri binding heldur en í þessum hríslum sem þú ert að planta, skilur þá snýst þetta bara peningana. Nei, þetta voru falsfréttir. Þetta voru falsfréttir sem RÚV kom með varandi bindingin í beitilandi og binding í skógi. Þegar menn fóru inn í fréttina og skoðuðu linkana og vísuðu ykkur að skoskarannsókn þá kemur í ljós að niðurstaðan var ekki það. Hún var bara að skógur bindur kannski örlítið minna en menn höfðu haldið áður. En hún var ekki það að hann bindi ekki meira. Auðvitað bindur lífmassi skógarins meiri heldur en lífmassi beitilans. Það liggur í hlutarins eðli og þetta gott dæmi. Það eins og þurfa að mennta fjölmiðlamenn í dag. Við megum ekki missa þetta alltaf í þessa falsumræðu og upplýsingaóreiðu. Það er svo mikið upplýsingaóreiða, svo mikið að nei-segjum og eins og ég segi þú veist, við viljum alltaf segja nei og vera svo hrætt og svo framvegis. Við erum bara með risastórt verkefni aðsteðjandi
lifandi ógn og við þurfum að beita öllum leiðum. Töfrasprota kapitalisman og félagshyggjunni og samtökunum og við þurfum að breyta lífstíl okkar og þetta er risastórt verkefni. Já, en eitt af því sem trufla mig þegar við erum svo komin inn í þetta og þetta fyrir að verða iðnaður og þetta fyrir að verða verður að vera iðnaður. Já, en horfðu þá á það að einhver fyrirtæki sé að kaupa upp jarðir, leggja íslenska landbúnað kannski bara í eyði. Það verður ykkur að verða að fá ríkur á þessu. Því mig. Við verðum að sæta okkur við það, við erum að bjarga heiminum og það verða, fórnarkostnaðin verður það verður ykkur í strákar ríkir á þessu. Þetta er sama sagan sem þið leikstjórnir segja alltaf. Já, nákvæmlega, það þurfa einhverjir strákar að verða ríkir. Það er það sem við óttist. Það er einhverjir strákar sem verða ríkir á þessu, þetta má ekki. Ég held að ég hægt að nota þetta samtal hérna sem svona kennsluefni einhvers staðar. Því að það verður óhugsandi þetta samtal að við átt sér stað nema á svona síð nýfrjálshyggjutímum. Þegar að trú hérna almenningsorðið þannig að það sé bara auðvaldi sem að geti gert einhverja hluti. Það sé bara peningarnir sem hreyfi allra hluta. Ég kem annars staðar að það sem að hreyfiafl í samfélaginu er almenningur og það er afstaða almenning sem að verður ná fram. Við erum búin að gangi í gegnum núna þar sem að auðvaldið hefur eiginlega haft frjálst spil uppbyggingu samfélagsins og við erum að horfa upp á niðurbrot samfélagsins allstaðar í okkar heimi. Við erum búin að horfa á það að réttindi og svona vald almennings hefur eiginlega aldrei verið minna. Það er búið að stela stjórnmálum á okkur. Við erum með ástandi í Bandaríkjunum eru bara hraðleiti fasisma, þar sem að þeir sem auðguðust á tímum nýfrjálshyggjunnar ætla að verja vald sitt og auð með fasisma. Þannig að bera það á borð núna að eina leiðin sem að eina afli sem getur bjargað mannkyninu sé auðvaldið. Mér finnst það alveg stórkostlegt og ég veit að Benedikt sem var vel upp alinn á sósíalísku heimili rauðri peysu, en svona er komið fyrir mönnum eftir 40 ára linnulausan áróður auðvaldsins að þið eigið ekki að leita lausna. Ég sagði ekki eina leiðin. Þið eigið ekki að leita lausna. Það er ekki ykkar að koma ykkur saman hvernig framtíð við eigum að hafa hérna í okkar samfélagi, í okkar mannkynnu. Heldur eigum við að bíða eftir því að auðvaldi komi með lausninar því að þau munu bjarga okkur. Frá hverju? Frá eyðileggingu auðvaldsins. Hver trúir þessu? Annar en Benni. Já, þetta er rétt hjá þér. Þetta er paradóksinn. Kapitalismin er málið sem hefur komið okkur þangað og til þess að komast upp úr þessu hólu við þurfum við allt. Ég er algjörlega sammála. Við þurfum ríkisvaldin. Ríkisvaldið er stærsta tækið. Valdið þarf að gera þetta vandamál framleiðanda, vandamál kapitalismas. En við erum í kapitalískum heimi og við þurfum að vinna hratt og vel og við getum ekki beðið eftir byltingunni. Við þurfum að hemja kapitalisman. Ég veit að þú ert bara fyrst búið til byltingu og svo snúa þér að umhverfisvandanum, en það er bara ekki hægt. Nei, ég vil almenningur taki völdin yfir ríkisvaldinu og setji kapitalismanum mörk. Já, og það er ekki... Sekti þá sem að eyðileggja jörðina. Og hugsið ykkur, við vorum með grænan meirihluta hérna ennþá, allir flokkar voru grænir á síðustu kjörtímabili. Hvert fórum með það? Já, allir nema, nánast hann var líka orðinn grænt. Það tala allir grænt. Það töluðu allir grænt eða meira og minna grænt. Voru með græna stefnu og grænt grænt. Og hvaða meirihluti, hvað kom út úr því? Ég held að Samir þykist að vera grænt, sko. Allir eru grænir á... Þetta er eiginlega, við getum frekar tala lýðræði, þetta er akkurat veikleiki lýðræðisins, sko. Ég er auðvitað lýðræðisinni, en lýðræði virkar ekki þegar kemur að svona stórkostlega vandamál. Sko, heyrðu, við getum líka tekið bara önnur mál heldur en umhverfismálin. Við getum tekið sjávarútveginn, tökum fiski, og þetta dæmi sem að Gunnar Smári er að tala hérna, hvernig auðvaldið hefur farið hringinn í kringum landið, og hvernig standa og svo erum við bara við vorum að veita 200 milljónir eitthvað brothættar byggðir og eitthvað í að einhver fyrir að búa til einhverja sultu og eitthvað. Það er búið að taka inneflin úr samfélagun og rífa þau út. Það er ekkert eftir. Og ætlum við að bíða þá eftir að stórútgerðin komi með lausnina? Akkur er eitthvað að bíða? Við erum ekki að bíða neitt. Við þurfum öll að fara að stað. Ég meina það er verið að hakka niður ráðuneytin og stofnanina sem veit einhverjum leyfi til að rannsaka eitthvað. Það þurfum allir að vinna saman og ég er að segja að eitt af elementunum í okkar samfélagi er þetta helvítis aflkapitalismas sem er rosalegt. En það er bara eitt af elementunum. Hitt er ríkisvaldið og viljinn og almenningur og við þurfum alla. Af hverju ætti auðvaldið að vilja vinna með okkur hinum að því að gera... Af því að ríkisvaldið býr til reglur handa auðvaldinu eins og á fótboltaleik og gerir kapitalista grænni með það sem það er að gera, með skatta í vilunum og þessu.
Með því að fella niður allt eftirlit, það ekki skatteftirlit eins og með þeim, það er ekki samkynnseftirlit með þeim, það ekkert eftirlit með þessum. Við eigum að gera þessa reglur. Við þurfum að búa til leikreglurnar, ríki býr til leikreglurnar til þess að virkja afl kapitalismans, til þess að bjarga okkur líka. Eitt af verkefnunum þessara stórkostlegu breytingar að endurskipuleggja reglurnar, svo að kapitalismin kraftur hans geti orðið grænni. Þú gripið frammi fyrir Kára sem var að byrja eitthvað hugsun, sem ég veit ekki hvort þetta var þínum með það. Nei, ekki alveg. Sko, þetta allt saman mjög fínt að eldraða þínum að það eru að almenningur þurfa að endurheimta vald sitt, en þetta samt bara að vera svona æpa í Tómasmanns húsi, sko, þegar pólitískt afl vinstrihreyfingarinnar á þingi ekki neitt. Þú veist, þá getum við haft allar þær stefnur og lausnir sem við viljum. En pólitískt afl vinstrihreyfingarinnar var við völd árum saman og við vorum í sömu stöðu. Og ég vísa aftur í fiskeldi, sjávarútveg, við vorum með þessi ráðuneyti. Já. Hvað klikkaði? Ég ætla ekki að fara, það var ekki hugsun að greina það allt saman nýtt, en að því að, sko, ef maður horfir fram á veginn, það sem ég finnst mjög eftirtektarvert við umræðuna núna að almannarýmið allt í eigu erlendra stórfyrirtækja, og ef maður reynir að teikna upp lista hvernig maður ætti að komast í gegnum daginn án þess að borga Zuckerberg og Bezos og öllu þessum fólki eitthvað skatt fyrir einhverju þjónustu sem eiginlega orðið nauðsynleg bara til að fara með barni í leikskólan, að þá þarftu alltaf að fara í gegnum örfá stórfyrirtæki, og þetta almannarýmið og þetta umræðan. Og eftir kosningarnar þá hef ég svona hálfpartinn gert eins og munkar á miðöldum sem sögðu að nútíminn fallinn og ég ætla bara að fara í klaustur og gera mína sultu og ekki taka þátt í neinu, og ég hef reynt að gera þetta með samfélagsmiðla, en í leið ég að skúra sjálfa mig út úr almannarýminu, af því almannarýmið í eigu stórfyrirtækjanna, og maður velti fyrir sér hvernig lýðræðisþjóðfélög ætla að takast á við þetta, að fyrirtækin sem stjórna því hvað ég sé þegar ég fer inn á samfélagsmiðla, þau eru með markmiðum að hámarka gróðan hjá sér, en ekki það að stuðla að því að færa fólk saman, stuðla að góðri umræðu og eitthvað svona. Menna, þetta stóra verkefni finnst mér, að þú veist, það einhver ástæða fyrir því að progressífu öfl eru að tapa kosningu út allt, og ég held að það sé að hluta til vegna samfélagsmiðla, vegna eignarhaldsins á þeim, vegna eignarhalds á almannarýminu. Og þessi fjölmiðl hér svona andspyrnuhreyfing gegn þessu sem merkileg, en hvað finnst ykkur um þetta? Þetta vandinn segi ég, sko. Já, þetta eins og Benni bendir á, við búum inn í kapítalísku kerfi. Og það flókið og erfitt, en við verðum einhvern veginn að, sko, eitt sem ég verið að hugsa, því ég sitt hérna allan daginn og tala með fólk, eitt sem ég teki eftir að mér finnst vanta eiginlega í samtíman sem að mér minnir að hafa verið til, sko, þegar ég var að komast upp, sem svona einhver hugmyndum með svona counterculture. Það væri svona möguleiki á því að raunverulega ekki að taka þátt í svona megin línunni sem oft rekin áfram af kapitalismum, sem að þeir voru ekki fundnir upp fyrir nýlega, þau voru þegar ég var aðalast upp. En þá var möguleiki á því að bara vera fyrir utan, að hafna því. Það var miklu öflugri listframleiðsla sem var í andstöðu við kapitalismann. Það voru heilu bókútgáfunar og leikhúsin og guð með þetta hvað. Mér finnst vera miklu minna þessu núna, og þú nefndir þennan fjölmiðl sem einhvern mótvægi við hitt, og það bara örfáir miðlar sem eru raunverulega ekki einhvern veginn svona hægra nýfrjálshyggju megin í lífinu. Það bara ekki. Og meira sé að þetta svona sproti sem að kannski minnir á svona podcast og svona. Podcastin sem eru drifin áfram og fá einhverja peningar, og þeir sem eru fá auglýsindar og styrktaraðila sem eru auðvaldið. Þannig að ég held þetta, ef maður má fara þannig, svona þetta sé svona menningarlegt fyrirbrigði, að þá held ég að við verðum líka bara að horfast í augu við það. Ætlum við bara að leyfa auðvaldinu að taka öll völd í samfélaginu og leiða okkur inn í eitthvað svona fasisma sínum hætti, alræði auðvaldsins, eða ætlum við teljum við vera eitthvað virði og þetta snýst bara að vernda menningu okkar. Við sjáum hvernig Trump gengur fram, hann að slökkva í háskólum, hann
hann að slökkva í fjölmiðlum, hann að slökkva öllum sem þú veist, alltaf að mótmæla. Eyða út á sögubókum, hann að vísa fólki úr landi sem tekur þátt í mótmælum. Nöfnum á stöðum. Tollakvíkmyndir. Þetta eitthvað þess virði sem hefur orðið hérna til eftir svona alþýðubyltingu í okkar heimsluta frá því almennum kosningarétti og þegar auðvaldið misti svolítið völdin í seinna stríði og almannar hreyfingar náðu að móta samfélagið að þörfum almennings. Ætlum við bara að horfa á þetta bara vera eitt og brotið niður eða ætlum við að rísa upp og verja okkur? Verja, þú veist, lýðræðið, verja frelsi okkar til að tjá okkur. Hvernig gerum við það? Hvernig stöndum við upp og verjum lýðræðið? Það við verum að mótivera okkur og við verum að skipuleggja okkur. Eitt af því sem svo stórt í þessu sem þú nefnir núna, það þetta að hugsun okkar og ég held reyndar að því við erum að tala um sko VFG og við erum að tala um Pírata og eitthvað, ég held að pólitíkin hefur bara færst mjög mikið til hægri. Og það orðið svo innstimplað þessi arðsemiskrafa. Við getum ekki gert neitt nema út frá arðsemiskröfu. Og ég hef nú ekki endilega alltaf verið vinsæl fyrir þá skoðun mína að ég held að sameining alls, hvort sem að það heita ríkisstofnanir, sveitafélög eða hvað það það alltaf hugsunin. Þetta alltaf litlar einingar. Við verðum að græða meira, það verður að gera þetta hagkvæmara eitthvað. Sameina sveitafélög, förum hringinn í kringu landi, hvað hefur gerst? Þjónustan hefur orðið lakari á jaðarsettu svæðunum. Reksturinn og miðstýrða stjórnsýslan hefur blásið út og ég dreg það mjög í efa að tek mitt sveitafélag Múlaþing sem dæmi þar sem þú ert með sveitastjóra á Egilsstöðum, þú ert með eitthvað svona vara sveitastjóra, ég man ekki hvað það heitir, eitthvað umboðsmaður sveitastjóra í hverjum kjarna, svo ertu með heimastjórnir og ráð og eitthvað. Ætlar einhver að segja mér þetta kosti minni pening heldur en að vera með 4 frekar lélegt launaða sveitastjóra í sveitinni. Allt sem við gerum, hvort sem við erum að horfa á íþróttastarf, skóla, menningu, listir, við erum öll orðin þannig þengjandi. Það ekki hægt að fá fólk orðið til að taka þátt í að baka fyrir kvenfélagsdæmið eða eitthvað, af því að allt snýst arð og peninga. Og ég held að við munum aldrei ná þinni góðu hugsun að ná þessu öllu einhvern veginn tilbaka fyrir að við vindum ofan að þessu. Þannig þú vilt gera byltingu fyrst og svo að snúa þér af grænu verkefnum? Ég ætla bara að vera í gúmmístígvélum með hakan í minni byltingu, setja niður kartöflu þegar það verður að gera bara í einu. Það svolítið þannig, þú verður að fjarlægja bílstjórum sem að keyra rútuna fram af bjarginu áður en þú snýrð við. Ég lít svo á... Þú getur ekki verið alltaf á öxlinni á hana, viltu bæja væni minn? Ég lít svo á að þið vinstrimenn, ég ætla að kalla ykkur þið vinstrimenn. Einn á móti rest. Þið stáluð grænaflækinu og þið grænþvoðuð ykkur og þið hafið þóst vera græn en þegar kemur að því þá hafið þið engan áhuga á umhverfismálum. Þið hafið engan raunverulega á. Þetta bara þykistu flagg. Það hefur sýnt sig aftur og aftur. Hvernig pólitíkin og sérstaklega vinstriarfurinn svíkur hugmyndina, skilur ekki hugmyndina, fattar ekki hvað í húfi og vill ekki fórna neinu fyrir það. Það eitthvað rétt. Ég frá svona komið þannig, ég hef alltaf verið hrifinn af reykháfum og þannig að ég tek þetta ekki til mín. Ég tek þetta til mín og ég ætla að segja nei. Þetta raunverulegt vandamál í heiminum eins og þannig í Bretlandi þar sem hefur verið að bara pakka niður öllum aðgerðum í umhverfismálum til þess að hafa peninga til þess að vopnvæða landið. Og það er ekki umhverfisvernd eða loftslagsmál eru ekki á neinni sigurbraut í neinu landi í Evrópu. Engu. Mér langar að því að áðan langar með að segja þetta, ég ætla að gera það núna, að þennan sjómannadagurinn, að fyrir langa löngu þá vorum við saman á togara ég og Kristján Vilhelmsson í Samherja, sem þetta fyrir tíð Samherja og hann var vélstjóri og svo hitti hann fyrir einhverjum mánuð síðan og við erum að spjalla og þá vorum við að tala um umhverfismál og höfum báðir á umhverfismál og þá var hann að segja að það kemur að því að fólkið sem að borða fiskinn vill ekki borða fisk sem veiddur af þessum dísilprömmum sem við erum með. Þetta sagði hann fyrir svona 15 árum og það eiginlega, við höfum samt ekkert fæst eitthvað, náttúrulega skip sem eru teiknuð núna eða náttúrulega mikið minn orku heldur þessu voru og allt það, en hann sem sagt sagði þetta í spjalli okkar fyrir svona 15 árum eitthvað fyrst. Og ég veit ekki hvað stendur með rafvæðingu hafnana, en menn eru auðvitað hanna þessi skip, þetta eru auðvitað framtíðarskip, þessi grænu skip.
En þetta auðvitað stóra málið, orkuskiptin. Og það hefur auðvitað hellingur gert. Auðvitað mætti það gerast miklu hraðar og við ættum auðvitað að setja meiri pening í það heldur en eitthvað annað. Sjáðu strandveiðimanna núna, ef þeir væru nóttina, setti bara í samband að vera að hlaða rafmagnið á meðan að notkunni væri sem minnst, sko. Og svo myndi keyra bara á rafmagn út og svo daginn eftir. En sko, bara svo við setjum þetta í samhengi. Það er bara búið rafeldsneyti til þess að það sé hægt, sko. Bara minna á þetta, ef við hættum öllum útblæstri núna, íttum á takka og þetta myndi koma hungursneyð, við myndum samt fara upp 1,5 gráðu og jafnvel meira. Þú veist, við erum komin. Það er talað það séu 666 Eyjafjallajökulsgos í gangi á jörðinni á hverjum einasta degi. Það er magnið að útblæstrinum. 666. Eyjafjallajökull það kolefnisjafnaði sig fyrst allra eldfjalla vegna þess að stoppaði loftumferð meðan það var. Það er grænasta eldgos heimssögunar. Og við eigum það. En sko, þetta er ástandið. Olían sem við brennum, hún er jafn mikið á Dettifoss á hverjum einasta degi. Skilur við, þetta er magnið og það er vitað, það nægir ekki fyrir okkur að græða upp eyðimerkur og gera skó á stærð við Ástralíu. Við verðum líka að toga þetta og festa það í neðstu lögum og þú veist, það þýðir kolefnisiðnaður og það er allir að vinna saman. Þetta er aðsteðjandi ógn, þetta er stríðsástand og í stríði þá verðum við að búa til bandalög, líka við hugmyndafræðilega óvin okkar. Og við verðum að vinna saman því þetta er bara loftsteinn sem er að hita á jörðina og hægri og vinstri og allt verðum að fara saman og reyna að stoppa þennan loftsteinn. Undir þetta get ég tekið, en ekki kannski alveg En þá getum við ekki heldur sagt, nei, við getum ekki, þið gerðuð helvítis kapitalistinir, þetta er ykkar vandamál og þið þurfum og burt með ykkur og svo leysum við það. Þetta er alveg rétt að segja þetta, en við getum það ekki. Og talandi sögu Sovétríkjanna sem er náttúrulega mesta umhverfis ógeð heimsins, skilur við, og þeirra umhverfisspor var rosalegt. Útrýmingu skóga og við getum farið inn í þetta í öðrum þætti, sögu Stalins og umhverfismála og stóru þannig að vinstrihreyfingin og hið frábæri sósíalismi hefur sannarlega ekki verið grænt. Þegar Sovétríkin hrundu skánaði loftslagsmál þá? Nei, örugglega, allir það ekki bara stoppaði eitthvað smá tíma. Nei, það skánaði örugglega ekki, en hitt var ekki betra. En það er, þegar við erum að tala um vinstrið, þá er má merkja að það sé svona ólík afstaða vinstrisins gagnvart þessum málum og það er hluta vinstrinu sem hefur metið uppgang hægrisins sem að sumuleyti hefur verið skýrt með því að vinstra fólk hafi hætt að ná sambandi við lágstéttinnar og það er ekki söguna Trump sem gat að kjósendur verkalýðsstéttin í riðbeltunum kaus hann og sama var með Ben Johnson sem hreinsaði upp töluvert fylgi verkamannaflokksins í norðurhéruðunum sem er svona riðbelti og við vitum að Le Pen sækir fylgi, það er líka riðbelti í Frakklandi og við vitum að Alternative for Deutschland sækir mikið í austrið, í Austur-Þýskaland sem er náttúrulega eins konar riðbelti þar sem fólk horfir upp á það að vöxturinn í mínum héruðum er bara eiginlega enginn á meðan að það blómstrar allt þarna í borgunum og í vestrinu og þræfnugötunum. Og það er svona hluti af vinstrinu sem að vill horfa til þess og taka raunverulega upp svona stéttagreiningu Trump að verkalýðsstéttin sem að getur breytt samfélaginu og breytti samfélaginu meðal annars með að kjósa Ben Johnson og allir sig ekki að kjósa reformi í Bretlandi núna og Alternative for Deutschland og Le Pen að þetta sé að við verðum að ná til þessa fólks. Þetta er allt saman lönd sem eru raunverulega með riðbelti og Ísland er ekki hluti af því og það er ekkert sem bendir til þess að Trump nái mikið til verkalýðsstéttarinnar á ströndunum í Kaliforníu eða á austurströndinni og ekki heldur að reform hefur nær engum árangri með verkalýðsstéttina inn í London, það er bara mælast alltaf og sama áviðum í Frakklandi og fleira að Le Pen hefur ekkert fylgi í París og ekki kraganum í kringum París þar sem eru innflytjendurnir. En maður heyrir stundum í íslensku umræðu að lausnin á vinstrinu, þetta er svona anti-vókismin sem við verðum að tala að lausnin á vinstrinu sé svo að taka raunverulega upp að ávarpa verkalýðsstéttina með svipuðum hætti á Trump og Le Pen og Boris Johnson og Nigel Farage gera að við viljum ekki hlusta á umhverfismálin, við viljum ekki hlusta á svona mannréttindamál síðari ára, heldur verðum við ef við ætlum að hafa áhrif á samfélagið að
ná saman við þetta fólk því að þetta fólk hreyfiaflið sem mun breyta samfélaginu. Og ég held að þetta væri svona umræða sem væri gaman að taka í vinstrinu, hvort að þetta sé klók taktík fyrir íslenska sósíalista að láta eins og hér sé riðbelti og fólk sem hefur verið skilið eftir og það geti breytt samfélaginu, eða hvort að leiðin okkar til þess að ná árangri sé að búa til breiða samstöðu meðal verkafólks og skilgreina verkafólk að kennarinn er verkamaður. Það sem að sumir vilja skilgreina sem einhverja millistétt sem er fyrir óvinnir verkalýðsins, að það er allt launafólk hér sem hefur hagað því að taka völdin af auðvaldinu og ná einhverju stjórn á samfélaginu til þess að við keyrum ekki bara fram af brúninni og við sittum uppi með ónýtt samfélag, ónýtta jörð og ónýtta framtíð. Mér finnst það svona hæpið að þessi sundrandi gremjupólitík sé heppilegur innflutningur svona í magni allavega til Íslands, bæði vegna þess að eins og þú bendir á það eru kannski ekki svona riðbelti á Íslandi, það kannski samt má segja að staðir þar sem útgerðin hefur farið að það séu svona riðbelti, en minna Akureyri, það var mesta af iðnvæðing Íslands á Akureyri og myndirðu frekar vilja búa í Akureyri 1985 en 2025? Nei. Þegar sambandsverksmiðurnar voru og allt þetta sko? Stórkostlúti, ég veit ekki, er menn ekki með einhverja draumglí út af því? Ég hef ekki heyrt marga Akureyringa allavega að tala að það hafi verið betra 85 sko, þegar það er alveg láglauna stefna fólki sem vann þarna, gat ekkert annað farið, það var bara svona. Ég vann við að súta skinn í þessu verksmiðum. Það er bara versta vinna sem ég hef unnið fyrir ömurlegasta kaup. Það var hryllingur. Ekki það? Hryllingur, jú, ég var að súta. Mér langar svo aftur að snerta þessu þú varst að segja klofningu vinstrisins, að því að ég kannski er ekki sérfræðingur búin að lesa einhverja bústaf þetta varðandi átökin í sósíalistaflokknum og mér sýndist fljótt á lítið að þetta væri flokkur sem hefði núna klofnað í þrennt. Fyrst var það gamli meirihlutinn og svo kemur nýr meirihluti og svo klofnar nýi meirihlutinn núna með Sólveig og Önnu þar að segja anti-Woke og útlendingar. Þannig að það fólk sem búið að taka við er núna orðið klofið sko líka. Það er búið að ýta transinu og Woke fólkinu sem vil vera vakandi fyrir óréttlæti, eins og við tíðum. Það er búið að jaðarsetja það og það er eins og þú segir, það er eitthvað það er eins og að vera að populisera vinstri röddina þarna og stefna henni í national línu. Er þetta rétt skilgreining hjá mér? Það fór ekki mikið fyrir svona hugmyndalegri umræðu í þessum klofningi, nei. Þetta var ég átta mikið alveg á fyrir hvað fórustan stendur sko. Það er að koma í ljós. Þetta er mannfræði sem sagt, þetta snýst status og tilfinningar. En sko þegar þú ert að segja þetta sko eins og með þessi belti þegar þú ert að horfa, ertu þá að vísa í það að við verðum einhvern veginn að ná saman með Já, það er vandamál. Við þurfum að ná þessum kjósendum, við þurfum að ná þessum þjóðfélagshópum borð til þess að geta breytt samfélaginu, eða hvað? Ég hef trú á svona bara breiðri fylkingu almennings. Ég líti á að kennara sem hluta af verkalýðsstéttinni. Nei, svo þú ert að vísa í Frakklandi og annars stað. En ég meina, kennarar hafa beitt verkfallsvopn sem geta lamað sína atvinnugrein en lama líka aðrar atvinnugreinar og hafa alveg sama afl til þess að breyta samfélaginu og sá sem að vinnur í verksmiðju sem einu sem var á Akureyri. Ég hef ekki trú á því að það sé bara verkalýður sem er svona ófaglærður og eitthvað slíkt. Nei, algjörlega. Og ég hef ekki trú að við getum bakkað einhvern veginn aftur með kröfur verkalýðsins til 1950. Við búum í samfélagi þar sem hefur orðið gríðarleg svona lýðræðisvakning og breytingar á bara mannvirði. Við höfum gengið í gegnum kvennabaráttu og baráttu samkynhneigðra og baráttu fatlaðra og við erum eiginlega í miðri slíkri baráttu þar sem að fólk er að fá rödd og eitthvað svoleiðis. Þannig ég tel að við okkar sósíalismi, okkar pólitík þurfum alltaf að vera byggð á mannvirðingu og lýðræði og öðru slíku sem að Trump verjar gera ekki Parturinn af því sem að viðheldur ástandinu er að mínu mati það sem ég kalla bara ótrúlega ríka borgarstefnu. Við höfðum blómlega byggðir hringinn í kringu landi þar sem að sjávarútvegur, landbúnaður og á því þrifust samfélagin
við erum búin að svelta alla innviði. Einkavæðing miðana eyðilagði byggðirnar. Einkavæða og svelta og það þannig að sko frá eiginlega allt Suðurlandið og norður á Akureyri, ef að eitthvað klikkar þá engin fæðingaþjónusta. Skiljiði, það er ekki svæfingalæknir á Neskaupstað, þá ekki hægt að taka sénsinn og þá verður að fara til Reykjavíkur eða Akureyrar. Þú veist, þetta svo sturlað, það ekki hægt að halda úti svona lágmarksþjónustu og við veljum að hafa þetta svona á meðan að ótrúlega stór hluti þjóðarteknanna eru búnar til á þessum svæðum. En við erum markvisst að þétta byggð, græja og gera, fleiri taka á móti fleirum á meðan það ekki hægt að selja 100 fermetra einbýlishús á 20 milljónir út allt land. Við gerum það viljandi að gera ungu fólki, því við vorum að tala við viljum að fólk fari úr símanum, fari út og setja niður kartöflur, fæði börn, lifi lífinu, rækti landið, passi upp á náttúruna. Þetta viljum við auðvitað gerist. En hvernig ætlar að samfæra unga pari sem búið að eyða ótrúlegum fjárhæðum í að mennta sig, í að flytja á eitthvað fjörð fyrir vestan eða austan, ótryggt rafmagn, engin léleg heilbrigðisþjónusta, það kostar minna fyrir þig að hitta og af í Reykjavík bara í Köpen eða London því þau munu aldrei hafa efni á því að fljúga innanlands. Þetta staðan og þetta gerum við með opin augun og það óháð hægri eða vinstri. Þarna myndi ég vilja sjá allt aðra forgangsröðun. Við þurfum bara að vera 1 milljón Íslendingar til að við getum haldið upp í almennilegum vegum. Við gátum haldið upp í góðu samfélagi. Þegar ég alveg stór sem krakki. Hvernig voru vegirnir sem voru byggðir þá? Voru þeir mikið síðri heldur vegirnir í Öxi eða Suðurferðavegur eða eitthvað? Voru þeir síðri en þeir vegir núna? Það sem ég á við að ég held bara hreint ekki. Ísland risastórt land með lítilli þjóð. Já. Vegirnir sem eru byggðir 2025 eru dýrari á hvern kílómetr í svona raunvirði heldur en samgöngukerfi sem var fyrir 30, 40, 50 árum. Já, vandanum það sama með hafnirnar, það sama með flugvellina, það meiri kröfur gæði og þessi opnir og allt það. Þannig að eftir því sem að kröfur samfélagsins hágæða innviði aukast, þá verður erfiðara fyrir litla þjóð í risastóru landi að halda þeim úti. Sérstaklega þjóð sem hefur gefið eftir skatta á stórfyrirtæki og þá sem nota vegina, túristana. Já, og leggur ekki álögur á þau sem eyðileggja vegina eins og þungaflutninga úr fiskeldi og öðru. 100%. Þess vegna lausnin að það þarf stærra samfélag til að standa undir hágæða innviðum í svona stóru landi. Við héldum uppi betri innviðum, við vorum með fæðingaþjónustur, við vorum með það fæddust börn á Egilsstöðum 1984. Dugar ekki auka skattana heldur. Eftir að segja það sé formúlan, dugar ekki auka skattana sem minn tæki, þú veist, myndu veita þá bæði veiðigjöld og túristagjöld. Það mjög dýrt að gera vegi, sko. Það kosti 2,5 miljard kílómetrin í tvöföldurinni upp á Kjalarnesi. Og eitt af því ranghugmyndirnar alla þvæluna frá Evrópusambandinu. Ég bara verð að koma því að, sko. Það á að laga eitthvað 0,5 kílómetra bút eitthvað starra hólóttu vegi fyrir þessum árum. Þá kom bara einhver kall á gröfu og vörubíl og þetta var bara gert og það var bara skrifað einhver reikningur eitthvað. Nei, nú ætlum við að bjóða þetta út á evrópska efnahagssvæðinu. Peninga austurinn og þvættingurinn í kringu hvert einasta verk sem gert sem að nýtist ekki hvorki innviðunum neða fólkinu í landinu. Mér finnst þegar bara að loka þessum vegum þannig til orkuskipti hafa átt í stað og menn geta bara lappa. Þetta eru ekki að prumpa kolefni alla leiðina. Ég vil að fagna því að fabrikan á Húsavík að stoppa. Já. Mér finnst nú erfitt að fagna því að 150 manns ég meina, ég spurði því bara svona. Þetta var náttúrulega mistök upphaflega að fara á stað með þetta. Það mín skoðun og það alveg sama hvort við horfum á alla þessa stóriðju hringinn í kringu landi. Þetta voru allt drauma sem átt að bjarga og það þarf aldrei aftur neitt, skiljiði. En svo fer þetta og við sjáum fram á það í þessum stóriðjum allan hringinn að þær fara síð og seinni hluta margar. Hvað ætlum við þá að gera? Þeir hefðu betur byggt kvikmyndaver. Við gerum það núna í áburðarverksmiðjunni. En nú verður að
blása þetta af. Við erum komin yfir tilsettan tíma. En það Benedikt Erlingsson, Jódís Skúladóttir og Kári Gautsson. Þakkum ykkur fyrir komuna. En við ætlum að skjóta inn núna á eftir ávarpi óþekka sjónvarpsins sem að Þröstur Leó Gunnarsson fer með, sem svona í tilefni dagsins. Já, það góð vísa sem aldrei of oft kveðin, en þegar hann búinn, þá mætir hér annar hópur gesta. Ágætu landsmenn og félagar mínir á sjó, og ekki síður þeir sem eru í landi, þeir sem hafa hrakist í land og þeir sem eru að reyna að draga fram lífið á strandveiðum, allir þeir sem þrá að starfa sem sjómenn og hafa til þess reynslu og getu en eiga ekki neitt kvóta. Mega ekki róa því þeir eiga ekki fiskinn, sem auðvitað ætti að eiga sig sjálfur, en sem nú skráður og þinglistur sem eign samherja og félaga. Gleðilegan sjómannadag til öll. Skálum fyrir draumi okkar frelsið út á sjó. Skálum fyrir draumnum okkar að geta fiskað og með tímanum stækkað bátinn okkar og jafnvel eignast vinnslu í landi, byggt saman upp betra þorp eða betri bæ, betra land. Skálum fyrir frelsinu sem horfið og gleymt. Það var gefið öðrum en ykkur. Skálum fyrir þeim tíma þegar maður gat rifið kjaft og þótt maður væri rekinn gat maður alltaf fundið annað pláss. Skálum fyrir þeim tíma þegar sjómenn létu í sér heyra og áttu öflug félög sem höfðu áhrif. Beygðu sig ekki fyrir valdi stórútgerðarinnar sem í dag ræður öllu. Fjandinn hirði það pakk. Það illur yfirboðari sem kúar fólk með launatekkanum, hótar fólki að svipta það lífsafkomunni. Það sannarlega skítapakk. Skálum fyrir öllum þeim sjómönnum sem byggðu upp fiskveiðar hringinn í kringum landið, tóku þátt í því að lyfta Íslandi upp úr fátækt og opnuðu fyrir nútímanum. Frelsuðu fólk frá örbirgð, hleyptu inn framförum og velsæld. Skálum fyrir öllum þeim sjómönnum sem fórnuðu lífi sínu við að teygja sig eftir betri afkomu fyrir sig og sitt fólk og í leiðinni fyrir samfélagið allt. Leiðinlegt að engin sjómaður hafi fengið veiðirétt, aðeins útgerðarmenn. Það svíður í hjartað, bölvað óréttlæti að framlag þeirra hafi verið einskis virt kynslóð fram að kynslóð. Sjómenn sem byggðu upp sjávarbyggðir allt land. Skálum fyrir þeim sem börðust svo við getum fært út landhelgina. Tryggt að afraksturinn af fiskimiðunum færi til að byggja hér upp gott og heilbrigt samfélag. Það ekki við þetta fólk að sakast þótt allt hafi farið á annan veg og aðeins örfáir hafi eignast fiskimiðin og noti þau til þess að auðgast og auka enn völd sín og séu að breyta Íslandi í verstöð sem þau eiga ein. Verstöð þar sem við erum bara verbúðafólk og við verðum að standa og sitja eins og þau segja. Skálum líka fyrir stjórnmálafólkinu sem studdi sjómenn. Skálum fyrir þeim tíma að sjómenn voru á framboðslistum flokka. Skálum fyrir hugmyndinni stjórnmálafólk sem vinnur fyrir almenning en ekki aðeins fyrir hinn valdamiklu og ríku. Skálum fyrir sjávarútvegsstefnu sem þjónar samfélaginu en ekki aðeins örfáum auðmönnum. Látum okkur dreyma á sjómannadaginn stjórnvöld sem endurheimta fiskimiðin og gefa þjóðinni þau aftur svo arðurinn af þeim geti orðið grunnur að góðu samfélagi. Látum okkur dreyma. Látum okkur dreyma á sjómannadaginn hátíðarhöld sem ekki eru kostuð af brim eða samherja. Þar sem þetta hátíðisdagurinn okkar og baráttudagurinn okkar en ekki þeirra sem hafa sölsað undir sig allt erfiði okkar.
Sjómannadagur sem stór útgerðin heldur hátíðlegan dagur sem fagnar ástandinu eins og það er. Fagnar því að fiskimiðin hafi verið einkavædd og þau séu eign manna sem nota auðsinn til að auka völd sín og auka þannig enn auðsinn. Þeir fagna því að hafa byggt fólk undir sig. Fagna því að hafa þaggað niður í sjómönnum. Sjómannadagur stór útgerðarinnar sigurhátíð hinna fáu yfir fjöldanum. Sá dagur ekki okkar dagur. Þess vegna sit ég hér og bölva. Það þurfti ekki að fara svona. Kerfið sem við búum við mannanna verk. Þess vegna getum við haft það allt öðruvísi. Haft það eins og við viljum og eins og þjóðin vill. Því þjóðin vill svo sannarlega ekki að örfáar fjölskyldur eigi fiskimiðin og reki sjávarútveginn eins og alræðis ríki hinna fáu og freku. Nei, þjóðin á sama draum og við sjómenn. Þegar við siglum út á sjó, séum við að sigla inn frjálsan heim þar sem allir eru jafnir og hafa sömu tækifæri, en ekki inn í myrka veröld þar sem einn á allt og hinir ekkert. Gleðilegan sjómannadag, kæru vinir. Ekki sjómannadag stór útgerðarinnar, heldur daginn okkar. Daginn okkar. Ef við stöndum saman, munum við geta glaðst innilega á komandi sjómannadögum. Og á öllum dögum. Skál fyrir því og gleðilegan sjómannadag. Komiði sæl á ný. Þröstur Leó Gunnarsson flutt okkur ávarp óþekka sjómannsins hérna áðan. Það er sjómannadagur, þetta okkar framlag til sem málsvara sjómanna. Heyrðu kannski í honum aftur og eftir? Já, hann kemur aftur. Já, hann kemur. Já. Þetta kraftutjálun. En hingað komin Erna Bjarnadóttir hagfræðingur, Bolli Heiðarsson hagfræðingur og Stefán Pálsson sagnfræðingur. Það er mikið fræðið fólk. Herðin, nú erum bara að fara eitt mál sem við ræddum ekki áðan í fyrirlutunum. Það var núna á þriðjudaginn á að flytja unglingspiltinn Óskar með valdi frá Íslandi. Að öllu óbreyttu. Og því sitið öll hljóðin. Já, maður setur eiginlega bara hljóðan. Já, eins og vera ber, við skulum bara. Nei, og þetta er svona
svona ekki fyrsta sinn og ekki annað sinn sem að manni svona sýnist einhvern veginn að kerfinu hafi verið svona ítrekað verið hent til kerfisins svona tækifæri til þess að endurskoða ákvörðunin halda samt sem áður andliti því að þetta snýst svo oft hjá svona stofnunum það að halda andlitinu en maður fær svona eiginlega á tilfinninguna í þessu máli að þarna hafi bara yfirvöld útlendingamála eiginlega bara svona fyrst við og ákveðið svona að láta ekki eitthvað almenningsálit skipa sér fyrir verkum vegna þess að í öllum svona málum þú veist það svo auðvelt að ef áhyggjuefnið í raun og veru fordæmi skyldi að þá svo auðvelt í öllum svona málum að tína til sérstakar málsaðstæður sem að gera það verkum að það þurfi ekki að hafa áhyggjur af því að næsti lögmaður hlaupi til og bendi á þetta. Þetta sorglegt og það sem þetta gerir líka það að þetta bara svona gengur gegn réttlætiskennd fólks og það ekkert gott fyrir eitt eða neitt kerfi. Sko mér finnst bara það að þarna hafa barnaverndaryfirvöld haft milligöngu að útvega þessum dreng heimili, fósturforeldra og svo sé öllum þeirra sjónarmiðum og bara öllu því sem að það kerfi hefur gert þennan dreng hingað til bara svona þurrkað út eins og með stróklegri Eftir að mynda svona væntumþykja og það alltaf. Já og bara þú veist það þetta þessir fósturforeldrar og fleiri sem að ganga í lið með yfirvöldum hér að taka á móti börnum og aðstoða þau og hvaða kveðjur þetta til þessa hóps líka? Já, það eins og Stefán segir þetta mál nú sennilega því leitinu svona sérstakt að vegna þeirra tengsla sem að þessi drengur hefur myndað hér og þeirra ábyrgðar sem að það fólk sem að tók hann að sér reiðbúið að sýna í þessu sem að maður spyr sig þess vegna þetta slík svo fordæmisgefandi fyrir önnur mál allavega þetta að því leitinu sé þetta svona sérstaklega vaxið þetta svo eitthvað ómennst sem teiknast upp Já og raunveru finnst mann þetta ekki passa inn í hvorki barnasáttmála eða barnaverndarlöggjöf eða neitt slíkt sem að við erum að reyna að hafa að leiðarljósi. Svo finnst mann líka það sem oft í þessu sóunin og orkana því að þetta svona málsvarar þessa kerfis hamra síðan á því hvað það sé mikið álag og hvað málaflokkurinn sé dýr og þar fram eftir götunum brottvísanir af þessum toga kostnaður við þær hleypur á milljónum og hversu mörg dæmi höfum við séð það að það farið í óhemju dýra flutninga úr landi með fólk og í þessu tilviki ungmenni sem að síðan jafnvel snúið við nánast á flugvellinum ytra og sami kostnaður tekur síðan við á leiðinni til baka þannig að manni finnst þetta einhvern veginn þetta gengur svona gegn bæði réttlætiskennd og bara heilbrigðri skynsemi fólks að svo mörgu leyti. En við tökum bara hart á þessu, manneskja á þessum aldri, hún, ef hún verður áfram í Íslandi, þá hún eftir að skipta við einhverjum máli í lífinu, þar sem hún á eftir að leggja til samfélagsins. Algjörlega, þetta ungur drengur sem vantarlega orðin töluvert talandi á íslensku og þá á bara eftir að fara fram, hann alla tækifæri bara eins og jafnaldrar sín til að vera góður og gild þjóðfélagsþegn. Komin fram með grunnskólaaldur og þannig að það ekki að mennta hann eða? Já, hann alltaf fyrir vonandi í menntaskóla eins og börn eiga rétt á og mennta sig vonandi. Ég reyna að segja þetta aðeins í happafengur. Það náttúrulega hluti fólk í samfélaginu sem að telur svo ekki vera að allt flóttafólk sem hingað komið sé bara kostnaður og erfiðleika fyrir samfélagið brjótið það niður. Við sáum það eitthvað á Austurvelli í gærið. Það voru fólk sem að ég man ekki hvað þessi samtök heita þvert á alla flokka eitthvað svona Ísland þvert á alla flokka hélt þar sem að var í mitt verið að tala gegn móttöku flóttafólks.
og bara mjög svona ónota tilfinning sem að maður að horfa á þetta og ég verð bara að viðurkenna mér brá við að sjá fjöldan. Ég meina, jú, mögulega spilaði veðrið inn í og einhvað slíkt en ég líka bara við það að sjá þarna inni einstaklingar sem að maður sá þarna í hópnum sem að nú væga sagt ekki fínn pappír. Ég meina bara hálfgerðir segjum það bara. Þarna voru bara glæpamenn inn á milli sem ég hefði einhvern veginn ekki trúað því að stór hópur fólks væri til í að samsama sig með eða standa í fjölmennum aðgerðum undir sama fána með. Og þannig að þetta var svona dálítið erfiður dagur svona fyrir svona þjóðarstoltið í gærverði að viðurkenna. Þó hafi síðan vissulega verið svo mjög kröftugar aðgerðir einnig í gær þar sem að menn voru að halda öðrum sjónarmiðum á lofti en svona það slæmur andi í kringum þetta og svo skilar þetta sér inn á samfélagsmiðlana þar sem að maður sér fólk viðra sjónarmið sem að maður svona maður heyrði stundum í nafnlausu athugasemdakerfum veðmiðlana fyrir nokkrum árum og ímyndaði sér einhvern veginn að þetta myndir nú allt saman hverfa leið og maður myndi skrifa undir nafni en bara borgarar út í samfélaginu vinnandi, fungerandi fólk lætur svona hluti frá sér. Mér fannst ég fór hann niður á Ingólfstorg sem hafi verið boðað til fundar gegn rasisma sem ég held að njóti afgerandi stuðnings með þjóðarinnar. Ég man eftir göngu sem var frá Hallgrímskirkju niður á Austurvöll, alltaf ekki verið svona 2011 eitthvað svoleiðis, svona sem var að gefnu tilefni, það var ráðist mjög illilega að feðgum frá Kúbu og almenningur mætti til þess að segja að við viljum ekki svona rasisma í samfélagið. Og ég held að það sé að ég myndi vilja sjá svoleiðis viðbrögð í samfélaginu. En þetta var fundur sem að No Borders stóðu að og þau eru náttúrulega með svona frekar kannski þröngt innlegg. Á bakvið þau voru No Borders, No Nation sem að ég held að allir sem að vilja ekki rasisma sé ekki endilega til í að ganga undir og fundurinn fór fram á ensku þannig að hann var svolítið svona selektífur fyrir þennan hóp. En ég held að sé komið tími til þess að almenningur bindið höndu saman og mér sýnist að þetta þess voru yfir 100 prestar og djáknar sem að skrifuðu meðal annars út af máli Óskars og núverandi biskup hefur talað gegn rasisma og ég býst við að forsetinn og guðmávita hverjir ekki myndu verið að gera það og ég held að það sé komið tími til þess að verði til eitthvað svona breið samstaða í þjóðinni sem að andmælir þessu því að þetta sem var að gerast á Austurvelli í gær náttúrulega svona viðvörun að bjalla, það er bara það er það. Ég held að eitthvað No Borders sé kannski ekki endilega svari við þessu. Það er að vera móti rasisma á þess að eins og þú segir réttilega samsama sig við þá hugmyndafræði. Við höfum væntanlega öll inni einhverjar mismunandi skoðun á því hversu langt á að ganga í að landamæri séu opin en rasismi auðvitað eitthvað sem við bara viljum ekki sjá. Og það sem að kannski kristallast í þessu hvað höfum við gert til þess að taka á móti því fólki sem hingað leitar, hvort sem að það er að leita hér að vinnu gegnum evrópska efnahagssvæðið, hvað kemur hér sem flóttamenn eða með hvaða hætti það kemur. Við höfum bara einfaldlega ekki verið að standa okkur í því að taka nógu vel á móti þessu fólki til þess að kenna því á íslenskt samfélag og það sem að þau væru heppilegast fyrir þau að tileinka sér til þess að komast vel af í þessu samfélagi. Og þetta hefur náttúrulega verið látið drabbast núna. Þetta er enn ein innviða skuldin við þjóðina sem við höfum búið við. Ég hnaut líka það. Maður sá hjá þessum Austurvallarmótmælendum þar sem að ýmsum hlutum var hrært saman og núna var það nú meira að segja þá er það víst útlendingum að kenna að Íslendingar eigi ekki nógu mörg börn.
Það er nú eitt umkvörtunarefnið og sé ekki nú duglegir við það. Þetta virðist allt vera mjög rökrétt allavega í huga fundarbúðenda. Ég má koma með rökina þegar ég hef heyrt Snorra Másson útskýra hversum þetta er. Á meðan að það flutt svona mikið að vinnuafli erlendis frá að þá finna Íslendingar ekki þörfina til þess að eignast börn. Þannig ef við stoppum innflutninga erlendis fólk hingað þá kveiknar á okkur að við verðum að eignast börn og þá förum við og drífum í því. Sjá það vanti fólk til þess að skúra á hótelunum. Ég verður bara að spyrja, er þetta í alvörun? Já, þetta er rökið sem að koma. Það hljómar einhvern veginn þannig, en það sem ég hugsa líka í þessu það er ekki þingræðu. Svo heyrði maður líka alveg ofboðslega banal sagnfræðilegar útleggingar og það er farið að draga fram einhver Tyrkjarán og ég veit ekki hvað og hvað og það minnir mig nú bara á það og hér tala sagnfræðingurinn í mér að ég held að það sé til dæmis bara mjög slæmt hvað við höfum verið að skera niður í okkar skólakerfi á liðnum árum, kennslu í ýmsum félagsvísindagreinum og til dæmis í sagnfræði, kennsla í sögu, Íslandssögu, mannkynssögu er bara brot af því hjá krökkum í dag sem að var þegar að við hérna við borðið vorum að mennta okkur og kunnátta á sögunni er ekki bara einhvað svona pjatt sem er gaman að grípa til á sunnudagsbíltúrum, heldur hefur það að vera illa að sér í sögunni. Það ýtir undir ranghugmyndir, það ýtir undir fordóma og svona talsmáta eins og við upplifum í gær. Ég held að það sé alveg hárrétt hjá þér, Stefán. Og vissum að við sem að búum vel að því þó við höfum fengið færri skóladaga og færri kennslustundir, þá skiptir það máli það sem við lærðum heimsstyrjaldir og Íslandssögu og allt það. Við höfum bara annan grunn til þess að takast á þessi viðfangsefni í samfélaginu í dag. Já, og þú ert í rauninni að segja, Stefán, að þetta hefur við til dæmis eins og kannski kennsla í sögu og fleiri svona það sem hét kannski átthagafræðið annað þegar ég í skóla og þá hefur þetta dregið saman í grunnskólan. Mér finnst alveg nóg náttúrulega hvernig búið að leika framhaldsskólan og þá sérstaklega til dæmis tungumálanámið sem að er náttúrulega alveg skelfilegt að allir telji sig bara fullfæra með ensku. Nú láta sig hafa það að læra dönsku en að það hvarflega nokkrum að læra spænsku, frönsku eða þýsku sem að náttúrulega veitir annan og miklu meiri og aðra sýn hreinlega á það samfélag sem við búum í ef þú ert sæmilega læsa á þessi tungumál. Það reynt varðandi söguna því að sömuleyti kannski fólki á Austurvelli og bara heilu stjórnmálaflokkarnir eru að halda því fram að við getum eyðilagt samfélagið með því að vera of góð við þá sem að veikast standa. Og ég nefndi einhvern tímann hérna fyrir einhverjum árum síðan að vera alltaf að spyrja fólk, getur nefnt dæmi í sögunni þar sem að samfélagið hefur hrunið bara vegna þess að það var of gott við þá sem eru veikastir, sem er náttúrulega engin dæmi, en við þekkjum 1000 dæmi af samfélagum sem hafa eyðilagst vegna þess að það voru of góð við þá sem höfðu það best. Þannig eyðileggur samfélag. Þannig að það stundum hefur verið að ganga út frá einhverjum svona tilfinningu fyrir þróun sögunar sem að á sig bara enga stoð. Þetta er bara einhver svona gömul malthúsarhyggja einhvern veginn. En svo bárust fréttir af því að það hafi verið öllu blandað saman af þessum á Austurvelli í gær og þetta hafi snúist að einhverju leyti upp í mótmælafund gegn Evrópusambandinu. Las ég það rangt einhvers staðar? Ég get trúið því bara svo mörg öðru. Reyndar ekki séð það. Menn virtust aldrei mæta bara hver á sín megin forseti með sín fána Það eru 3000 skoðanir á í lofti. Það var einn könnun sem að birti svona bara í morgun á RÚV sem að var hvort Íslendingar hafi haft meiri eða minni hug á því að ferða til Bandaríkjanna eftir að Trump tók við. Og það er bara afgerandi stór, ég held að sé 2/3 sem að segja hefur minni áhuga, eða sárafáir sem að segjast hafa meiri áhuga. En svo er þetta brotið niður eftir flokkum og það er eiginlega þannig að það eru svona 2/3 til 3/4 sem að hafa minni áhuga í öllum flokkum. Nema í Sjálfstæðisflokknum þar er helmingurinn sem hafa minni áhuga og í Miðflokknum þar sem eru bara 24% sem hafa minni áhuga.
En þeir sem hafa meiri áhuga að fara til Bandaríkjanna mæla 7% annars vegar hjá Miðflokknum og Flokki fólksins. Og ég að nefna þetta núna því að kannski erum við að tala svona samfélagsbreytingar sem við erum að horfa á í Bandaríkjunum og stjórnmála þróun sem við sjáum kannski í Evrópu. Mér finnst þetta að gefa svolítið til kynna svona hvernig meginþorri almennings horfir á þetta. Að bara yfirgnæfandi meirihluti Íslendinga horfir á þróunina sem á sér stað í stjórnmála Bandaríkjanna með óhug. Og alveg örlítið brot sem á sér smá fyrirstöðu meðal kjósenda Miðflokksins og Flokks fólksins lítur á þetta sem jákvætt. Sko mér finnst alltaf, ég ætla að segja, mér finnst oft vanta sko með svona spurningum sko einhverja skýringu. Til dæmis þeir sem spurðu voru, höfðu þeir yfirleitt einhvern tíma komið til Bandaríkjanna? Og þú veist, var einhver samanburður, skilur við? En ég skil alveg hvað þú ert að segja, Gunnar, ekki misskilja mig. Ég held að þetta sé svona merki sem að við, sérstaklega við sem erum að taka þátt í að stýra umræðu og svona, verðum að hafa í huga sko hvort að fólkinu á Austurvelli þetta afgerandi, er þjóðin klofin? Eða hefur bara kvarnast úr henni, örlítið brot? Já, aftur, ég hef aldrei gerð svo frægur að fara til Bandaríkjanna, þannig ég veit ekki hvað var þetta. Segjum tveir. Hefur einu sinni komið, ég kallaði valla heimsóknin. Já, og maður kannski fyrir smá vonbrigðum ef að þeir myndu ekkert stoppa mann í Þú fengir að gera það. Vegabréfa eftirlitinu. Það þótti nú lengi sport svona á vinstri vængnum að menn fengi nú alla vegna svo stimpil að þeir væru varhugaverðir. Og þú fengir leigubíl með mæli og eftir. Já, en hitt svo annað mála að svona ákveðin, það er mjög lítill hluti, en það er pínulítill hluti sem að svona virkur í þjóðfélagsumræðinu hér á Íslandi, sérstaklega inn í samfélagsmiðlum, sem að flytja inn mjög mikið af svona ágreiningsmálum og orðræðu frá Bandaríkjunum til Íslands, takandi eitthvað upp af Twitter og reyna að spegla það inn í Íslands samfélag sem á afskaplega lítið við. Og kannski dæmi það var nú kannski þessi á þess ég vilji nú taka aftur lokið af þeim potti, þessi svona hálf sérkennilega vók umræða sem að fór hér í gang fyrir fáeinum vikum, þar sem að mér fannst svona fólk að mestu leyti vera að nota umhugsunarlítið hugtök sem að mögulega gátu gengið upp í einhverju bandarískri þjóðmála umræðu en mjög takmarkað hér heima. Sko ég bjó nú í Bandaríkjunum og lærði þar á sínu tíma og þetta er margar náttúrulega stórkostlegt þjóðfélag og hefur svo marga kosti en náttúrulega mjög marga galla líka og svo hefur það náttúrulega umpólast frá þeim tíma þegar ég var þarna. En ég einmitt kannski sko talandi um þetta, ég man að ég var dálítið spurður út í það sko, eru til dæmis hvort að það væri alltaf frátekin skólapláss fyrir Hispanics á Íslandi og fyrir litað fólk sko. Þannig að þetta væri ekki bara það sem þeir kalla Caucasians, kákasusmenn sem að væri í skólunum og annars líkt og þá einhvern veginn telja þeir sig svona geta yfirfært eða þeir einhvern veginn líta á að það sé sömu viðfangsefni og sama dæmi í rauninni í öðrum löndum eins og hjá þeim. Og þetta var bara svona venjulegt fólk sem að ég umgekkst á mínum campus og allt svoleiðis. Og einmitt kannski á sama máta þá núna verið að flytja inn einhverja svona bandaríska hugmyndir og annað til Íslands með þessum hætti. Ég hef ekki alveg fylgst nóg nægilega vel með því, sko. Já, komið mjög kyndug umræða var þetta í framhaldsskólana hérna á Íslandi, þar sem það voru eiginlega bara beint að fara inn í þessa umræðu einhver svona sæti sem eru í Bandaríkjunum kannski frátekin fyrir minnihlautahópa og fara að spegla það inn á einhvern íslenska veruleika þar sem að eina sem að við höfum hleypt nokkrum strákum inn í Kvennó og Verslunarskólann sko bara til þess að það eru ekki bara hreinir stúlknaskólar. Það er nú öll ósköpin sko. Tengist þetta ekki aftur því sem þú varst að tala um áðan, þessum skorti og sögukennslu og svona þekkingu bara á? Jú, mögulega.
Jú. Svona á upprunanum og það sem fyrir aftan okkur. En þannig að maður fá áritun til að með að koma til Bandaríkjanna. Ég man ekki betur en Bubbi Mortensson, hann fekk bara já, hann hefði verið hálf múðgaður. Sko. Já. En hann ætti að reyna aftur, það hefur búið herðið eitthvað, þannig að það erfiður að komast til Bandaríkjanna núna ef að þú hefur, ég kannski lækað eitthvað í sambandi við stuðningu í Palestínu og það er í gangi, sko. Já, þetta er náttúrulega orðið miklu alvarlegra ef það verður að grafast fyrir í rauninni þína skoðanir sem að þú sett fram með einhverjum opinberum hætti og síðan á það ráðast hvort þú ferðast til Bandaríkjanna eða ekki á því. Látu nú vera að ég held að það eyðublað sem að ég fyllti út bara í flugvélinni hér einhvern tíman á 9. eða 10. áratugnum þegar maður fór, þá var maður látinn haka við eitthvað og þar á meðal var spurt, sko, varst þú þáttakandi í ofsóknum gegn gyðingum í seinni heimsstyrjöldinni? Jú, og ég man ekki hvort að spurt hefur verið meðlumur í kommunískum samtökum eða eitthvað slíkt. Ég bara hreinlega man það ekki alveg, en svo breytist þetta nú eitthvað held ég til betri vegar með þessu venjulega ESTA sem maður þarf að fylla út núna til þess að fara til Bandaríkjanna. En svo þetta komið þetta bakslag núna þar sem að í rauninni sem er mjög alvarlegs eðlis ef að það er þannig að ef þú hefur úttalað þig einhver máli að ég vil sko bara tala niðrandi Trump að þá sért þú bara orðin persóna non grata í þessu samfélagi. Sem er svakalegt. Já, sem er svakalegt sko að þetta var það var teikning sem ég sá held ég á einhvers staðar og það var verið að sýna teikningu sko úr New York eitthvað svoleiðis þar sem að frá bókasafni þar sem að bókavörðurinn hélt á öllum bókunum sem að hétu sko fiction og sagði við annan bókavörð nei, nú verðum við að flytja þetta yfir í fiction og það var sko 1984 bókin eftir Orwell og 400 Fahrenheit 451 og allar þessar bækur sem eru sko hættar að vera fiction en er að verða non-fiction. Og þetta er náttúrulega bara, þetta er auðvitað fyrst og fremst alvarlegt fyrir Bandaríkjamenn sjálfa. Sko við getum kannski að mörgu leyti láta okkur þetta í létturúmi liggja, við ætlum ekki kannski eins og ferðast til Bandaríkjanna, en auðvitað mun þetta bara vegna þessi rými sem að Bandaríkjamenn taka í okkar í alheims samfélaginu þá hlýtur þetta að skipta máli. Já, og líka sem sagt með þeirri stjórn sem þarna er og þessum yfirlýstu tollum alltaf aftur og aftur. Þetta hlýtur að hafa verulega áhrif mjög víða því að viðskipti við Bandaríkin eru mörgum mjög nauðsynleg og þetta hlýtur að Ég ætla aðeins að skjóta inn vegna þess að það er í fjölskyldusögu margra Íslendinga dæmi það að fólk hafi ekki komist til náms í Bandaríkjunum vegna þess að það tilheyrði í sósíalistaflokknum eða kommúnistaflokknum og ég þekki bara hellinga fólki og það hafi bara mikil áhrif á svona bara þróun þeirra fjölskyldna ungi menn sem að dreymdu að læra verkfræði og voru búin að fá inn í skólum en fengu svo ekki að fara til Bandaríkjanna vegna þess að þá var svona McCarthyismin í gangi sem er orðin endurvaki núna. Það verður eltað upp í sko óvinni ríkisins innan lands og verður að brjóta niður frama fólks og málfrelsi og eitthvað fleira og við erum bara því miður að bara hraðleið inn í einhvers konar útgáfu að einhverjum fasisma. Já sko við erum alltaf líka bara með áður óþekkt tækifæri til þess að iðka þetta sem þú ert að lýsa hérna því að með þessari gervigreindallri og gagnaverum og sífellt hraðvirkari örgjörfum neti gleymir engu og það er bara sífellt fljótlegra að finna allt sem að þú hefur gert eða þínir nánustu. Þannig að þetta eru bara ekki bara viðhorfið, heldur tækifærin eru bara núna óþrjótandi með það sem er áður þekkt. Hvað tækifæri svo í þessu? Nei, ég meina fyrir þá sem vilja. Þegar birtist umsókn Ernu Bjarnadóttur að fara til Bandaríkjanna, þá bara gervigreindin setti í gang og gervigreindin finnur allt Ernu Bjarnadóttur og hafi einhvern tímann orðið á að segja ég kann ekki við Trump, þá tekur nær gervigreindin í það. Það gæti gerst í þætti svo þessum. Kapphlaup í dag er hröðustu örgjörfuna, Bandaríkjamenn eru fremstir þar, þeir verða fljótastir að reikna út
hverjir eru óvinir ríkisins. En sko, ennþá, því síðan sér maður það, og ég er nú viss það, sko, hagfræðingarnir hérna hliðina með hljóta að klóra sér í kollinum. Ég held við höfum ekki séð áður, þróað innvætt samfélag sem sko, leggur þetta höfukapp, stefna Trump-stjórnarinnar núna, hvaða störf vill hún endurheimta? Hún vill endurheimta, sko, samsetningariðnað, hún setur refsiaðgerðir á sko fátæk Afríkuríki sunnan Sahara vegna þess að þau eru að sauma saman gallabuxurnar fyrir Bandaríkjamarkað því þetta eru störfin sem að hann vill fá aftur en á sama tíma þá helstu rannsóknar háskólar landsins eru settir í uppnám. Þetta er bara efnahagslegt sjálfsmorð fyrir eitt samfélag því að ég meina allir aðrir stjórnendur ríkja vilja akkúrat fara í hináttina. Þetta er náttúrulega, þetta er ekki, það er ómögulegt að sko segja, eiga nokkur orð þetta vegna þess að þetta er náttúrulega svo galið. Þetta er svo galið, þetta er svo öfugsnúið eins og þú segir, allt sem búið að vera að gerast og ég meina það er búið að vera hérna einmitt að færa láglaunastörfin á þessi svæði þar sem að hefur vantað viðfangsefni og þess vegna eru öll fötin sem við göngum í hér í dag, þau eru framleidd í Víetnam eða Pakistan eða einhvers staðar annar staðar og sem hefur skapað þessum þjóðum tækifæri til þess þá að innvæðast með sínum hætti en svo að fara að flytja þessi störf aftur heim. Bændaríkin með ólæknandi sjúkdóm eða alltaf ekki tekist að lækna ennþá, þeir eru bara með viðvarandi viðskiptahalla árum saman og þetta gengur ekki fyrir hagkerfi eins og það. Af hverju gengur það hjá þeim? Jú, af því þeir geta brenta dollara sem eru gjaldmiðill heimsins. En þetta er ekki sjálfbært og Trump er að ráðast á þetta en þetta eru ekki í verkfærin. Nei. En hvernig ætti hann að gera það, ef ég má spyrja? Af því að við höfum svolítið verið að reyna að fá hagfræðingar til þess að ræða efnahagsstefnu Trump og það hefur gengið svona og svona. Já, sko, það náttúrulega að einhverju leyti þyrfti hann kannski, það þarf sjálfsagt að taka til í ríkisútgjaldapakkanum hjá honum, en það er þá byggilega fyrst og fremst kannski hernaðarútgjöldin eru náttúrulega það sem er númer 1, 2 og 3 sem að skipti mestu máli þar. Og svo náttúrulega getur hann á móti aukið náttúrulega tekjur, það er sko nægir tekjustofnar bara hjá hinum betur eigandi í Bandaríkjunum sem að hann gæti náði meiri tekjur en það er bara engin vilji til þess. En svo einmitt í þessu sambandi þá náttúrulega, það gleymist alltof oft, þetta sem að við köllum hérna hlutfallslegir yfirburðir í framleiðslu og það eru þarna þeir Mexíkómenn hafa hlutfallslega yfirburði í því að framleiða fatnað og Bandaríkjamenn hafa hlutfallslega yfirburði í því að framleiða gervigreind eða guðmann vita hvað það er og þetta virðist bara Trump og þeim sem á hann hlusta bara alls ekki vera ljóst. Í gær heyrði ég, þá var hann að segja sko og við mikinn fögnuð verkamanna í stáliðnaðinum í Pittsburgh sem var nú bara stáliðnaðurinn með stóra S-inu hér á þar síðustu öld, eða aldamótið þar síðustu, þar sem voru glæsilegar verksmiðjur, Bethlehem Steel og annað sem að framleitu allt sem að þú gast lát ímyndaðir í stáli. Svo bara urðu þessar verksmiðjur, þær urðu bara gamaldags, gátu ekki keppt við þýskt og japanskt stál og þess vegna hefur alltaf verið krafan það að setja hérna tolla á innflutt stál í Bandaríkjunum til þess að gera kleift að framleiða þarna meira stál. Og í gær lofaði Trump, ég man ekki hvort það var 25-50% tollum eða eitthvað svoleiðis á allt innflutt stál og við gríðarlegan fögnuð hérna verkamanna í þessum stáliði við erum gott og vel og bara allt í lagi með það. En á hverju mun þetta bitna? Þetta mun bitna á verkamönnunum í Detroit, þetta mun bitna á bílasmiðunum í Detroit sem að núna þurfa að fara að kaupa stál, miklu sko lagara stál kannski við hærra verði heldur en þeim býðst að kaupa þetta bara á heimsmarkaði frá Japan. Og þannig að sko, það er aldrei hugsað sko, hvaða áhrif mun þetta hafa. Hvað svo? Einmitt, já, og haldið að þetta verði nú til þess að auka bílaframleiðu hérna útflutning á bílum frá Bandaríkjunum sem að munum verða náttúrulega margfalt dýrari
fyrir vikið og sjálfsagt lakara gæðum sem nú nóg sagt. Þetta náttúrulega þessi óbáslega sterka áhersla alltaf á vöruskiptajöfnuð án þess að horfa á þjónustujöfnuðinn. Einmitt. Út frá þeim mælikvarða þá Luxemburg eitthvert afleitasta land í Evrópu og meðan að veruleikin sá að það náttúrulega eitt það ríkasta. Því að þeir eru kannski ekki þeir framleiða nánast ekkert. Skrúfa ekkert saman en hirða af öllum öðrum fyrir það þjónustaða og vera með bókhaldsfyrirtæki og annað slíkt. En þetta náttúrulega ekkert rætt í Bandaríkjunum, það bara tollar á stálinnflutning og svo bara búið, en þetta kemur vestnir á eins og ég segi bara verkafólkinu sem að vinna við bílaverksmiðjurnar í Detroit. En eitt sjónarmið sem hefur heyrst líka í Evrópu í kjölfar innrásar Rússa inn í Úkraínu var að nú erum við komin á þann tíma að við verðum að við getum ekki verið háð öðrum ríkjum eins og stál í Bandaríkjunum eða orku í Evrópu frá Rússlandi. Við verðum að byggja upp það tala oft fæðuöryggi, en það verður bara hráefnisöryggi. Þannig að inn í okkar svæði séum við nóg og séum ekki háð ríkjum sem getur orðið óvinnaríki. Býst við að Bandaríki getur stilt Kína þannig upp að við getum ekki verið svona viðskiptalega háð Kína, að við verðum að flytja þetta heim. Hvað segir þið slík sjónarmið? Þetta sé raunverulega ekki hagfræði, þetta eru bara öryggissjónarmið. Þetta hluti af heildarmyndinni sem að hafa spilað inn í það hvernig hlutirnir eru núna að raðast upp. Það komið gríðarleg þörf fyrir til dæmis sjaldgæfa málma sem finnast kannski fyrst og fremst í löndum þar sem mikill pólitískur óstöðuleiki og jafnvel borgarastyrjaldir eða slíkt. Kongó? Já, og í Suður-Ameríku og í Kákasus og Úkraínu og víðar. Og þessi orkuskipti sem við viljum hvetja til á Vesturlöndunum, þau eru háð þessum málmum. Þetta er nýtt, er raunverulega miðað við þessa hefðbundnu iðnað sem að reyndir sig á stál og ál og slíkt. Og þetta þýðir það að menn verða að finna einhverja nýja leiði til þess að tryggja aðgang að þessu og það hlýtur að vera fyrst og fremst í gegnum að reyna að bæta pólitískan stöðuleika í þessum löndum og hvað kostar það? Vantarlega bæta kjör fólksins sem býr þar. En þetta er bara, virðist vera eitthvað sem að menn hafa ekki náða einhvern veginn utanum með það. Þetta var trúin að aukin viðskipti og friðsaleg samskipti milli ríkja myndu tryggja okkur frið. Sú kenning fjall. Eða allavega það er, ég er ekki að segja hún sé fallin, en stjórnvöldur hætta trúinni. Já, innrás Rússa í Úkraínu er bara birtingamynd þess. Þegar Þjóðverjar töldu sig geta reykt sér bara ódýrt gas til dæmis sem orkugjafa frá Rússlandi bara forever ef að marka má þessar samningar sem voru gerðir milli Merkel og Putin á sín tíma. En heimurinn bara ekki svona einfaldur eins og hann Sergei Lavrov segir þegar hann spurður hvað hann finnst hvort vestrið treysti þeim. Frankly, I don't care if the West trusts us or not. Stefán var formaður friðarsamtaka árum saman, eða ekki? Jú, og við erum þau ennþá. Er það að stefna á frið, er það barnaskapur? Ég held að það er talsverð áskorun en sjaldan mikilvægara. En sagan segir okkur það líka að menn hafa alltaf, sérhver hernaðar átök, sérhvert stríð er bara alltaf réttlætt með rökum óumflýjanleikans. Því að alltaf þegar fólki er stillt frammi fyrir valkostunum að velja milli stríðs og friðar þá velur enginn stríðið. Þannig að það er þá bara með því að koma og segja heyrðu, hér er fokið í öll skjól, hér er engin möguleiki á öðrum lausnum síðan þegar við skoðum hlutina í baksinspeglinum. Þegar að sagnfræðingarnir koma að málunum þá komum við nú aftur að mikilvægi þess að fólk kunni nú söguna og sé nú menntað, að þá vitum við það voru alltaf möguleikar. Það eru alltaf leiðir, en þeir sem að kalla eftir hernaðarlegum lausnum þeir munu alltaf stilla málum þannig fram að menn séu komin í eitthvað öngstræti og aðri kostir séu ekki í boði. Já, þetta er krakkar. En þá utanríkismálin hérna heima, hvernig finnst ykkur stjórnvöld hér heima?
Mér finnst þeirna stórfrétt í vikunni þar sem að Kristrún Frostadóttir sagði það að núverandi stjórnvöld höfðu fallist á kröfu NATO að 1,5% af landsframleiðslu færu í uppbyggingu á svona varnartengdum innviðum og það var ekki nefnt mikið hvað það var en öllu líkindum það vegir, hafnir, flugvellir og fleira en líka netvarnir. Þetta var nefnt og þetta byggir á kröfu NATO annars vegar farið 3,5% af landsframleiðslu í varnir og hernaðaruppbyggingu og svo 1,5% viðbótar í svona varnartengdar aðgerðir og það fylgdi líka að Kristrún sagði að Íslendingar hefðu líka fallist á að þótt að þeir myndi ekki fara upp í 3,5% af því að við erum herlaus þjóð og erum svo fámenn þjóð að við getum ekki byggt upp her sem getur varið landið að þá munu stjórnvöld hafa líka fallist á það að stórauka útgjöld í þeim hluta. Mér finnst þetta alltaf merkilegt þegar stjórnvöld koma bara og tilkynna okkur þetta eins og þau bara heyrt þetta frá Guði eða eitthvað. Þetta ekki hleypt inn í almenna umræðu í samfélaginu, þetta ekki hleypt inn í umræðu það hver eru raunverulegu öryggishagsmunir okkar. Þannig að mér finnst þetta langstærsta frétta vikunar, alveg langstærsta. Og ekki inn á Alþingi heldur. Ekki inn á Alþingi, ekki í utanríkismálum. Við heyrum bara ekkert af þessu. Hún bara alltaf sett í hliðar. Þetta ekki bara eitthvað, þetta náttúrulega bara væntanlega einhvers konar yfirlýsingu það, vilja til þess að gera þetta með þessum hætti vegna þessara alþjóðlegu skuldbindinga sem við erum einhverju liti þáttakendur í. En auðvitað með þetta allt koma inn á Alþingi þegar þarf að fara að veita fjármunum í þetta eða annað. Þannig þetta nú ekki alveg svo að þetta verði bara gert núna bara á næsta mánuði eða eitthvað slíkt. Heldur þarna bara, við erum í þessu bandalagi og mér sýnist nú að það njóti nú miklu meiri stuðnings heldur en það hefur gert nokkur tíman áður að vera þar. Þannig að auðvitað verðum við þá að standa við þær skuldbindingar sem á okkur eru lagðar þar og ég veit ekki betur en að það sé bara full samstæða það. Já, í ríkisstjórninni, Já, ég held að hún nái bara samstæða með þjóðarinnar leyfi ég mér að segja. Það hefur engin umræða. Ef engin umræða hefur farið fram þá er erfitt að fullyrða það. Umræðan. Með allri virðingu fyrir spádómskáfuð inni og þá verður það einhver umræðu. Umræðan, hún náttúrulega, við vitum alveg hver umræðan hefur verið NATO og varnarmálin bara upp á síðkastið. Ég bara bendi ykkur á, hér að tala, ég var í samtökum hest og andstæðinga og ég var bara fullur þáttakandi þar alla tíð vegna þess að ég hafði enga trú á því að okkur stæði nein hætta af Sovétríkjunum, þessu kommuníska ríki sem var alla tíð bara á hnjánum. Og ég segi fyrir mína part að ég er orðin NATO sinni eftir að kapítalismin tók yfir í Rússlandi, þá fyrst fór okkur að stafa hætta þarna að austan. Og þess vegna, og ég held að þetta sé það sem að fólk almennt upplifi hér á Íslandi og bara í öllum flokkum og langt út fyrir flokkana og bara meðal almennings. Ég heyri allavega ekki neitt annað. Og svo hvort þetta á að vera 1%, 1,5%, 3% eða eitthvað annað, það er náttúrulega bara, það er verið að mælast til þess að við stöndum við einhverja kröfu sem að þessi alþjóðlegu samtök gera á okkur og ríkisstjórnin bara segja já, við skulum bara reyna að gera þetta og svo náttúrulega ræða þetta er ekkit annað en náttúrulega stefnumál ríkisstjórnar en sem komið er. Ég held að sessunautur minn hlusti nú ekki alveg á sama fólk og ég er ekki viss það að ef við færum út í þjóðfélagið og spyrðum hvort að fólk teldi það ástæðu eða brýnt eða æskilegt að nota sem nemur byggingakostnaði nýs Landspítala 3 hvert ár í það að setja peninga í framkvæmdir sem að mannvirkjasjóður NATO skilgreinir sem mikilvæg herfræðileg málefni. Ég meina við erum með ríkisstjórn sem er búin að vera að slá sig til riddara á því að nú sé hún svona loksins farin að sækja peninga í vasa útgerðarinnar með viðbótar veiðigjöldum og kemur svo í framhjálöpi og segir já, meðan í við ætlum að nota fjórfalda þá upphæð á hverju einasta ári í verkefni sem að mannvirkjasjóður NATO er sáttur við. Það er engin almennur stuðningur við þetta í íslensku samfélagi, bara alls ekki og við tölum aldrei, utanríkismál eru alltaf tekin
út fyrir sviga, þau eru sára sjaldan rædd í sölum þingsins, þau eru aldrei rædd í aðdraganda kosninga, þau eru sett inn í utanríkismálanefnd sem er frábrugðin öðrum nefndum þingsins að því leyti að allt það sem þar er rætt er trúnaðarmál. Þannig að þó svo að það sé tekinn fundur inn í utanríkismálanefnd, þá má enginn segja þegar að labbaðir þar út hvað þar hafi farið fram. Það er bara nóg fyrir utanríkisráðherra að hafa komið, talað inn og lokuðum fundi og þá er utanríkisráðherra búinn að uppfylla sínar skyldur. Mjög sakleysisleg þingsályktunartillaga sem var lögð fram á þar síðasta kjörtímabili og fékk engan hljómgrunn var sú að þó ekki verið nema utanríkisráðherra þyrfti að fá samþykki alþingis fyrirfram fyrir skuldbindingum í hernaðaruppbyggingu sem að fælu í sér veruleg útgjöld ríkisins. Meira að segja það var of mikið. Vegna þess að við bara höfum kosið að útvista þessum málaflokki alfarið til utanríkisráðuneytisins. Mér finnst þetta vanta svolítið umræðum þetta því að ég skil vel að fólk horfi kannski til ástandsins í Úkraínu og segir að Evrópa verður að standa saman og líka út af uppgangi Trumps og nú þarf Evrópa að standa saman eða ég veit ekki þetta eða einhverjir sem segja það væri ekki friður í heiminum nema við hefðum NATO náttúrulega gríðalegt áróðustæki og er búin að samfara okkur um það en ég minni á þess að Írar eru ekki í NATO og hafa það brágett. Við erum á áhrifasvæði Bandaríkjanna og það sást á varnarsamningu sem Guðlaugur Þór skrifaði undir að Bandaríkjaher getur bara komið hingað og tekið landið dettur í hug og fjarlægt þá sem andmæla því. Það er allt önnur staða heldur en Finnar eða Eystrasaltslöndin eða Pólland sem að sjá ógn af austri og hafa verið séð ógn af austri öldum saman og líta fyrir gríðalegu öryggisleysi og hrökkva til þegar Trump-stjórnin og NATO krefur þau að velja 3,5% í varnaruppbyggingu sem að stóru leyti fer náttúrulega til kaupa hergögnum frá Bandaríkjunum. Þú veist að við getum alveg stutt að þjóður og sagt að það er alveg rétt hjá ykkur. En við erum bara ekki þeirri stöðu. Þannig ég sé ekki tilgangin í því að við förum allt í að verja 70 milljörðum ári í þetta 1,5% og svo endanum líklega 230 milljörðum ári bara sem svona stuðningu þjóðir sem er í einhverjum vanda. Við erum ekki í þeim vanda. Og þetta hljóma kannski kalt að segja þetta. Það hjálpar þeim ekki neitt. Þótt að við förum að byggja hér upp innviðið að kröfum NATO. Það hjálpar Eystrasaltsþjóðunum ekki neitt, Pólverjum ekki neitt, Finnum ekki neitt. Af hverju ættum við að umbreyta íslensku samfélagi með að taka peninga úr velferðarkerfunum okkar og setja í hernaðaruppbyggingu bara af því að við viljum styðja Finna í þeirra tilvistarkreppu? Ég bara næ ekki þessari umræðu. Nei, ég bara ætla að vera vinstri sinnið í settinu núna með þeim félögum mínum hérna hinum meginn. Ég hef nú stundu verið einhvers staðar annars staðar hjá þér Sigurjón. En þetta með hvernig Alþingi og samfélagið er umgengist í svona málum og ég er bara hjartalega sammála ykkur. Þetta framkvæmdavaldsræði, ekki bara í þessum málaflokki reyndar, en áberandi í þessum málaflokki. Þessu verður að linna. Við verðum að hafa aðkomu minnst að kostið þingsins og auðvitað þar með þjóðarinnar leið. Við heyrum hennar viðhorf. Við erum öll í okkar búblum. Stefán í sinni og Bolli í sinni og ég í minni vantarlega. En við verðum að heyra hvað allir eru að segja. Já, kannski þessi umræði er alveg augljóslega eftir, það fer ekkert á milli mála og það verður bara forvitnilegt að fylgjast með henni hvað er eðlilegt að við leggjum fram og hvað er eðlilegt við leggjum ekki fram. Sú umræði þarf að fara fram, vissulega. Má ég spyrja ykkur með annað stríð, haldið að ríkisstjórnin ná í gegn breytingum á veiðigjöldum? Já, ég held það. Já, ég ætla að segja já líka. Já. Ég þori ekki að segja neitt, segi pass. Hún mun allavega lýsa yfir sigri með þá niðurstöðu sem að verður ofan á en þú þarf kannski ekki að vera neitt Nostradamus til þess að komast að þeirri niðurstöðu. Djöfullinn verður í smáatriðunum því að Þú meinar að verði kannski búið til eitthvað svona sátt við stjórnarandstöðuna einhverja svona veikari útgáfu? Ég meina við erum komin inn í við erum komin inn í júnímánuð og ég verð að segja að ríkisstjórnin
Þetta var ekki ríkisstjórn sem var hrædd við jinx því að hún í fyrsta lagi beið mjög lengi með að kalla saman þingið eftir beið sko eins lengi og mögulegt var að kalla saman þingið og fór afar snemma að lýsa því yfir að hún væri einstaklega verksum stjórn og það væri engin dæmi að það gengi jafn mikið undan nokkurri stjórn og nú margt sem bendi til að eftirtekjan verði nú ekkert sérstaklega mikil ef að frá eru talin svona innleiðingar frá Evrópu og endurunnin mál frá fyrir stjórn og ég held að það sé bara það búin að vera mjög mikil starfsmannavelta inni á þingi. Það eru nefndarformenn sem eru nýliðar á þingi og það verður það er bara erfitt að leiða hérna mál í jörðu á lokaspretti þings og ég hef bara ekki trú á að stjórnin klári allt það sem að hún leggur upp með. Af hverju segirðu lokaspretti? Ég hef aldrei skilið þetta. Af hverju þarf að ljúka þingi í júní? Ég veit ekki til þess að sko önnur þjóðþing fái neitt nema bara eitthvað 6 vikna sumarfrí. Einhver tíma svona seint að sumri, kannski í ágúst eða eitthvað svoleiðis. Við erum furðu svipað norrænu þingunum. Já, ok, en sko, og síðan þetta að hérna ég hefði haldið til dæmis að með nýju fólki þá myndi til dæmis sko einhverju nýju ungu fólki í þingi sem að væri ekki sko spillt af þessu gömlu köllum sem þarna eru í til dæmis málþófi. Málþóf, og ég heyri það meira að segja í umræðinu núna, það einhverjir sem að réttlæta málþóf, segja að þetta sé bara hið besta mál, sem að sko ég bara, sem mér finnst alveg stórfurðulegt. Sko málþóf ekkert annað en ofbeldi gegn því að ríkisstjórn nái í gegn því sem að hún hefur sett sér að ná í gegn. Og eina sem gæti réttlætt einhvers konar málþóf ef að þetta væri augljóslega einhverjum mikilli andstöðu vilja þjóðarinnar og þá færi einhvers konar stjórnarandstaða í málþóf til að krefjast þjóðaratkvæðis. Og ætlar stjórnarandstaða núna að krefjast þjóðaratkvæðis í veiðigjöldum? Haldið þið það? Nei. Það alveg ljóst að það ekki það sem að fyrir þeim vakir. Það eina sem fyrir þeim vakir þeir hafa einhverja hagsmuna að gæta sem eru ekki hagsmuni þjóðarinnar og þeir ætla að hanga á því eins og hundur á roði. Ég ætla að henda einni breyti viðbótin í þetta. Ég ætla að Stefán greini þetta nú töluvert vel hérna, sagnfræðingurinn við borðið. En svo eru sveitarstjórnarkosningar á næsta ári og það mikill óróleiki víða út land í sveitarfélögum. Þar hafa meira að segja verið að falla meiri hlutar sem að stjórnarflokkarnir eiga að. Ég held að þetta mál verði leitt einhvern veginn í jörð þannig að þeim kosningum verði nú ekki ógnað þannig að þessi stjórnarflokkar fái þar hvergi brautargengi. Þú meinar að ríkisstjórnin mun draga í land? Ég að taka undir sviðsmynd Stefáns. Það augljóslega sko taktíkin þegar maður að horfa á LIU eða hvað heitir í dag, SFS, að þá var strax farið út í það að tala sko sjávarútvegsbyggðir og það voru svona bæjarstjórar þaðan og mikið svona málflutningurinn mikið þaðan og það ábyggilega rétt sem að vera bent á hér. Það var gert til þess að kljúfa ríkisstjórnarflokkana þannig að þeir innan flokkana sem eru að leggja stað í sveitarstjórnarkosningar í þessum byggðum drægi úr vilja ríkisstjórnarflokkana til að knýja þetta mál. Þess vegna ég ennþá að spyrja að þessu, haldið þið ná þessu fram því að það minnst alls ekki ljóst að svo verður. Við sjáum tónin til dæmis einmitt að því að dæmi sveitarfélag sem að hérna nefndi náttúrulega eins og Ísafjörður. Þar sem að við höfum rauninni ríkisstjórnarflokkana og svo önnur vinstri framboð þar inni. Þar hefur alveg verið talað á sömu nótum og víða annars staðar á landinu. Og þeirra talsmaður Guðmundur Fertram það best í hópinn? Já, og það er fleira. Ég var dálítið hissa að það komur á óvart til dæmis varðandi strandveiðimálið sem að ég átti ekki vona að það yrði vikið frá að ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar væri kippt úr sambandi. Það hélt ég bara að væri ekkert í boði hjá þessum flokkum og það
gerir þessi ráðherra ekkert með af léttum hug. Þetta bara vegna þess að hún hefur bara metið það sem svo að hún væri komin í það snúna stöðu að það yrði bara að gefa út kvóta á framtíðarfiska seinni ára eins og að það verði síðan ekki nákvæmlega sama staðan eftir ár. Þannig að ég var dálítið undrandi á því. Aftur, umræðan einmitt sko þingin í sumarið. Ég var nú hér maki þingmanns til fleiri ára. Það er ekkert mál að halda þingmönnum að störfum, þeir geta alveg settið hér fram í júlí. Vandinn er það að það er bara búið að slökkva á restinni á íslensku samfélagi. Ráðuneytin, þau eru öll sömul komin í frí. Hagsmunasamtökin, sérfræðingarnir, aðilarnir sem þarf að kalla inn fyrir þingnefndir, það fólk er bara ekkert á svæðinu þó að einhverjir þingmenn geti setið og samið einhver lög. Það er vandinn. Við erum komin á þann stað með sko styttingu vinnuvikunar að þingnefndir eru farnar að hætta að hafa fundi á föstudögum. Bara vegna þess að þau fá engan til þess að koma og mæta á fund nefndarinnar. Og það er þess vegna. Og þess vegna segi ég það að ástæðan fyrir að við eigum ekki að vilja hafa þing starfandi á Íslandi þegar að sólin fer að skína í júní og júlí er ekki af samúð með alþingismönnum, heldur bara til þess að við hin getum verið að fylgjast með því sem er í gangi til þess að umræðuþættir eins og þessi séu enn í gangi. Þannig að ef eitthvað finnst mér að við ættum að vera með þingið skemur að störfum, þannig að það sé hægt að það er ekki 30 mánaða sumarleyfi hjá venjulegu fólki, sko. Hér á landi er þetta svo illa skipulagt. Í Evrópu fara allir bara í frí á sama tími, einhverja 5-6 vikur. Hér er slamað í 3 mánuði. Það er rétt sem að Stefán var að segja, að það er fólki sem að vinna fyrir svona hagsmunasamtök, svona elítan í samfélaginu. Þannig hún er meira og minna í frí í 3 mánuði sumarið. Við þekkjum það sem erum að bóka hérna þetta. Og hagsmunasamtök eru líka, þú veist, það eru líka áhugamannasamtök, þú veist, það eru umhverfisverndarsamtök, það er verkalýðshreyfingin. Kontorinn á Eflingu lokar jafn mikið og ráðuneytið að bændasamtökin. Sko, hafandi unnið að bændasamtökin, þá veit ég að það er enginn við í ráðuneytunum í 2 mánuði. Ég er bara að benda á ekki það. Ég er bara að segja, þetta er rétt sem Stefán. Ég vil taka undir það vegna þess að kannski margir sem eru að hlusta á okkur átta sig ekki á þessu, en þeir sem eru með svona, hafa betri stöðu í samfélaginu, sumarleyfið þeirra er alveg ótrúlega löng. Já, ég ákast ekki við að sé allir í frí allan þennan tíma. Bara það er svo fáir í vinnu að það er ekkert hægt að halda hann inn í gangi. En einmitt eins og þú segir, ég held þetta simplega nokkuð til í þessu að sko í rauninni gætu þess vegna verið búin hérna bara fyrir sauðburð eins og var hér í eina tíð alltaf en er það ekki sko málið er bara starfsemi þingsins þessa mánuði sem það starfar frá í október fram í maí er hún bara óeffektív og ég fylgst með hérna umræðum í þýska þing. Allir svaraði og sagt nei. Já, ég fylgst með umræðum í eins og þýska þinginu og afgreiðslu mála þar. Það er bara þegar búið er þegar það er ákveðin fyrst umræðu, önnur eða þriðja, ég man ekki hvað það eru margar, sko þá er bara búið að leysa öll mál einhvers staðar annars staðar, þannig að sko loka umræðin í þinginu sem slíku, hún er nánast formsatriði vegna þess að það er alveg ljós hvernig málin fara, hver er meiri hluti og hver er minni hluti og annað slíkt og sko ef að menn bara tækju sér nú á og bara leystu málið með þessu. Það var nú misræðansi bolli í þinginu eins og og svo gerist eitthvað slíkt, þannig að þetta er ekki einhlíkt. Menn hafa, já. En ég meina það var leyst samdægurs. Og þetta snýst pólitískan kúltúr. Ég til dæmis aldrei skilið það af hverju það þarf að endurflytja hvert einasta þingmál innan kjörtímabils. Sko, ég skil það milli kosninga, en þau séu endurflutt og það sé byrja á byrjun, jafnvel farið í samráðsgátt á hverju einasta ári. Það er bara til þess að klippa út einhverjar vikur. Annað er síðan líka að
við erum að bera okkur saman við bara þjóðin með öðruvísi stjórnsýslu kúltúr, ég meina til dæmis í Svíþjóð þykir það fullkomlega, þá er það alltaf þannig að ný ríkisstjórn og það bara kosið á sama tíma á hverju ári, ný ríkisstjórn situr undir fjárlögum fyrir ríkisstjórnar í heilt ár og vinnur síðan að sínum fyrstu. Við erum að púsla jafnvel meiri háttar kerfisbreytingum sem eiga að byrja eftir einhverja vikur. Þannig að núna sem sagt 1. júní og það veit enginn hvort það verði tekið upp kílómetragjald sem á að byrja í júlí. Og sko júlí 2025, ekki 26 eða 27. Þetta náttúrulega bara þetta er náttúrulega bara kæruleysi. Já, allavega það mætti, allavega þarna eru einhver vinnubrögð sem gætu þólað að vera betur tekið á. Sumum þingum hefð fyrir því að það eru svona talsmenn tiltekna sjónarmiða sem eru fyrst og fremst að deila í málstofunni sem að þingið en ekki bara allir þingmenni Sjálfstæðisflokksins og allir þingmenni Miðflokksins. Heldur eru þar næst í gegn svona megin sjónarmið í málinu en hérna náttúrulega umræðin stundum hún er eiginlega til skammar því að fólk að tala eitthvað sem kemur málunum bara ekkert við. En kílómetragjald, ég borgar kílómetragjald að rafbíl. Það snýst þetta. Þú verður að borga í vegunum eins og hinir sem eru að keyra á dísil. Já, ég er ekki að tegja eftir þeim. Nei, ég er að skammast í því. En nú verður þetta sem sagt, hugmyndin er sem sagt að taka þetta upp í öllu. Svo á að lækka önnur gjöld á móti. Ég sjálfur er nú bara í þessari kunstugu stöðu sem að vera nú persónlegur. Ég keyri á metanbíl. Og er afskaplega ánægður með hann en ég reikna þó með að ég fái á mig kílómetragjald eins og bensínbílarnir því ég er með sprengihreifil en það verður ekkert bensíngjald lækkað á móti þannig að ég veit ekki hvort að metanbíllinn minn sem ég hef nú svona litið á sem frekar svona vistvænan kost og skynsamlegan að keyra á prumpinu frá sorphaugunum hvort að hann verði bara skattlagður út af markaðnum. Var ekki Sorpa eiginlega að draga í land með þetta því að það var eiginlega að meta það væri ekki framtíð í meta, er ekki metabílið þín eins og betaspólurnar? Jú, sem að vera sem sagt tæknilega fullkomin en markaðslega óheppin. Ég átti metabíl, þetta var til dæmis bensín líka náttúrulega en ég náði ekki til Akureyrar á metannu en svo þetta við með metan á Akureyri en svo þegar ég alltaf klára hringinn þá var ég orðinn metanlaus bara Egilsstöðum eitthvað og svo bara aftur Reykjavík þetta er náttúrulega vantar alltaf þjónustu. Og eru þú sorphaugar víða og enn frekar mikilhaugar sem hægt væri að nýta en nú erum við kannski ástu mjög tæknilegir. Þetta eru máldagsins samt. Og við erum búin að fara víða. Þú kannski taka fram að Erna þurfti að bregða sér að bæ og er farin úr stúdíónu og við þurfum nú að ljúka þessu eða ekki? Jú, og við þakkum henni fyrir hennar þáttöku og ykkur, Bolli og Stefán. Það er óþekki sjómaðurinn sem að Þröstur Leó Gunnarsson ætlar að flytja annað ávarp í tilefni af sjómannadeginum og við skjótum því inn og svo komum við bræður og klárum þáttinn á eftir. Ég á mér draum að fljótlega munum við á sjómannadaginn fagna því að hafa endurheimt fiskimiðin. Eftir að hafa náð þeim úr höndum þeirra sem sölsuðu þau undir sig, rændu þeim frá okkur. Það er svo grátlegt að svona hafi farið. Að eftir þorskastríðin hafi aðeins örfáar auðugar fjölskyldur eignast fiskimiðin. Fiskinn sem við börðumst fyrir að ná. Landhelgina sem við unnum í stríði. Baráttan var háð svo arðurinn af fiskimiðunum yrði grunnur að sterku samfélagi, hringinn í kringum landið. Enginn barðist svo auðurinn rynni í vasa örfára fjölskyldna. Og það getur ekki staðist til lengdar. Við hljótum að rísa upp og endurheimta það sem við eigum. Ég á mér draum og foreldrar mínir og fyrri kynslóðir að við nýtum auðlindir þessa kalda napra lands og úvins sjávar í sameiningu.
að við njótum sameiginlega arðsins af þessum auð, að orkan í fallvötnunum og hitinn undir fótum okkar og fegurð landsins, vindurinn og sjávarföllin og fiskurinn í sjónum verði nýttur til þess að skapa hér gott samfélag, réttlátt, öflugt og fagurt. Þetta arfleið okkar allra, gjöf sem við eigum saman. Og þetta draumur kynslóðanna, að á Íslandi sé hægt að byggja upp gott og öflugt samfélag, þar sem öllum líður vel. Ég upplifi þennan draum alla daga, samfélag þar sem enginn fer svangur að sofa, þar sem enginn andvaka af áhyggjum yfir afkomu sinni, þar sem enginn móðir grætur sig í svefn yfir að geta ekki veitt barni sínu það sem það á svo sannarlega skilið, þar sem enginn faðir örvæntir yfir að geta ekki bjargað börnunum sínum frá leigumarkanum, þar sem ekkert foreldri þarf að fórna tíma sínum með börnunum svo það geti mætt í aðra vinnu eða þriðju vinnuna til þess að geta borga reikningana, svo fjölskyldan verði ekki borin út. Ég á mér draum að við nýtum auðlindirnar okkar, auðinn sem við eigum sameiginlega, til þess að tryggja að enginn sé heimilislaus, að enginn fjölskylda þurfi að flytja árlega milli skólahverfa með börnin sín, milli bæjarfélaga í leit að ódýrari leigu, út í iðnaðarhverfi, ofan í kolakjallara eins og flóttafólk í eigin landi í leit að skjóli. Ég á mér draum að enginn þurfa að neita sér læknisþjónustu, að enginn þurfa að neita sér menntun, að á alla sé hlustað og allir séu séðir, að okkur auðnist að búa til samfélag þar sem allir fá notið sín og allir séu virtir. Að ég sé þér sem bróðir og þú mér sem systir. Að við séum sterk saman og sterk hvert sig. Að öflugt og gott samfélag geri okkur að góðum manneskjum, góðum borgurum og góðum vinum. Við erum að fá að hér vaxi upp auðstétt sem telur sig yfir okkur hafin. Ísland of lítið fyrir tvær þjóðir. Hér hefur aldrei verið neinn aðall, engin erfðastétt. Við skulum ekki fara að búa hana til núna. Með því að gefa fáeinum kvótagreifum fiskimiðin og láta fiskinn síðan ganga í erfðir til kvótaprinsa og prinsessa. Það var ekki til þess sem var barist fyrir sjálfstæði landsins og fyrir auðlindum hafsins að við sitjum sem hnípin þjóð í verbúð Samherja, þar sem allur auðurinn og þar með völdin í höndum fárra sem hafa auðgast af auðlindunum okkar, sem við börðumst fyrir, til þess að byggja hér upp gott samfélag fyrir alla, ekki bara fyrir suma. Ég held að íslenski draumurinn, draumur kynslóðana fullveldi, sjálfstæði og efnahagslegt sjálfstæði hafi breyst í martröð. Það svo bölvun hvíli á auðlindunum okkar. Sá sem nær að sölsæðar undir sig verður svartur á sálinni og auður hans veitir honum ekki neina fró. Því meira sem hann eignast, því meira vill hann fá. Auðurinn kveikir ekki líf, heldur myrkur, ógn og ílsku. Það ekki fyrir en við nýtum auðlindirnar í þágu okkar allra og fyrir samfélagið allt sem þær verða gjöfular
og kveikja líf, ljós, von og blessun, styrkja samfélagið á millum okkar og okkur sjálf í leiðinni. Það sem við eigum sameiginlega, eigum við að eiga öll. Við eigum að eiga það öll. Ekkert umfram annan. Þetta sameign okkar sem við höfum verið rænd. Ég á mér þann draum að við vöknum upp af þessari martröð sem kvótakerfi hefur leitt yfir okkur, að okkur takist að rísa upp og endurheimta það sem við eigum, að við látum draum kynslóðanna rætast að auðlindir lands og sjávar verði nýttar til þess að auðga samfélagið allt og lyfta upp öllum innan þess, en ekki örfáum. Og í dag dreymir mig þennan dag, sjómannadag, þar sem við fögnum því saman að hafa endurheimt fiskimiðin okkar. Þann dag munum við ekki verða sem gestir í hátíðahöldum Samherja eða Brims. Þá verður okkur ekki boðið til veislu ræningjanna að dást af ránsfengnum. Þann dag munum við ganga eftir okkar eigin bryggju, horfa á okkar skip, sjálfráða og félagslega sjálfstæð þjóð í gjöfulu landi, þar sem okkur hefur tekist að byggja upp gott og réttlátt samfélag, þar sem enginn fer svangur að sofa og enginn kvíðir morgundeginum. Þann dag ætla ég að lifa og fagna með ykkur. Sá dagur verður gleðilegur sjómannadagur. Megi hann koma sem fyrst. Velkomin aftur. Þetta var hann Þröstur Leó Gunnarsson sem bæði trillukall og leikari. Hann var að flytja hér ávarp óþekka sjómannsins. Við gerðum þetta fyrir ekkert svo löngu síðan. Ég man fyrra ávarpið sem við sýndum hérna á undan í þættinum, það var held ég allavega ekki verið 22. Þá vorum við með svona gjörning á sjómannadaginn, svona létum eins og að sjómannadagurinn gæti verið dagur þar sem að sjómenn gætu lagt fram svona sína kröfur og tóku þátt í göngu frá Hörpu út á Granda og voru þar með svona lítinn bás og seldum blöðrur, sem voru gular blöðrur sem ástóð við eigum kvótann og við eigum fiskveiðiréttindin, ekki Samherji, og var svona stemming og skemmtileg. Og svo kom að því að við höfum spilað hérna þetta dreift í einhvers staðar, ég man ekki eitthvað í gegnum samstöðuna en eitthvað í gegnum svona Facebook-hópa og annað slíkt, og svo hitti ég Þröst Leó hérna daginn
út á Granda. Og hann sagði við mig eitthvað svona, veistu það, fólk búið að vera að koma til mín og þakka mig fyrir þetta og ég hef nú tekið þátt í mörgum bíómyndum og leiksýningum en ég hef aldrei orðið varfið, ég haft jákvæð viðbröð við einu sem ég hef gert. Þannig hann mætti bara eins og rockstjarna þarna út á... Gaman að því. Já, og þetta var svona skemmtilegt gjörningur sem að því að sjómannadagurinn á þeim, til dæmis þann sjómannadag og ég held að segja ennþá þannig að þá hefur eiginlega Brim tekið þetta yfir. Þannig að Brim eiginlega sér öll hátíðahöldin og eitthvað fannst okkur þetta svona komið aðeins og út í einhverja vitleysu, sko, ef að stórútgerðin sem að vitað allir að kúar sjómenn þó að þessu pláss sem að skila miklu tekjum þar inni að þá kemst ekki upp með það að andmæla kvótakerfinu og þess að fá ykkur afleiðingar. Það er mörg dæmið það. Já. Þetta hét Grandi, þá var ekki Ólufsi, var hann ekki reikinn fyrir skoðinu sínar? Hvað hét aftur rækjubáturinn sem að sildi í land að þið voru ósáttur við Bergvín eða eitthvað svoleiðis. Já, úr Garðinn. Já, það var stýrimaðurinn sem stóð fyrir þessu og það var bara einhlið ákvörðun útgerðarinnar að miða við eitthvað verð og sem að áhöfnin bara upplifði að væri verið að hlunnfara sig. Þannig að þeir stildi í land. Út þessu var það svona smá fréttir, sko. Ekki einn stóran og maður myndi ætla á Íslandi sem að þetta er náttúrulega bara uppreisnin af Bounty. Þetta er bara stór frétt og mikil saga. Það voru fáir sem að voru að segja þessa frétt. Þetta voru svona örlitla fréttir hér og þar. Ég held að stýrimaðurinn hafi bara átt í erfiðleikum með að fá pláss fyrir þetta. Og þannig það náttúrulega. Það er svolítið. Ég hef stundum sagt að því að við var svolítið duglegri við að fjalla kvóta og svona fyrir nokkrum ári síðan, meðal annars með Ögmundi Jónasinni, við vorum svona að reyna að efna umræðuna og þá var það oft þannig að kannski þegar klukkan var orðin 10 á föstudags- og laugardagskvöldi að þá var hringt í mig og þá voru það sjómenn sem voru að tala og mér finnst alltaf svo sorglegt að mér væri svona, þegar ég var búin að fá sér í glas og svona, þá opnaði sér í málbeinið og þetta er náttúrulega ótrúlega kúun sem á sér stað og með fólk getur bara að lesa gamlar Laxness og Dickens og svona, hvað gerist þegar einhverju einn hefur svona ægivald yfir samfélagi að það verður alveg ótrúlega óeðlileg. Það er núna upp á síðkasti þegar ég er úti með hundinn þá er ég alltaf að hugsa meira og meira sjómennskunni. Ég var 12-13 ár til sjós og ég var alltaf í landi á sjómannadag þegar ég var á bátunum á Snæfellsnesi en þegar ég var 2 ára á Akureyri þá var ekki komið í lög sem sagt að ættum frídag. Þannig að við vorum út á sjó. Ég var 2 sinnum sjómannadag út á sjó og einu sinni í landi. Og smá saga. Ég var mest í lestinni, mér fannst það fínt að vera þar. Við vinna, mjög bara kunni vel við það. Og svo við vorum að hæsta matið fyrir fiskinn af öllum tórunum, þessum 5 tóru sem voru. En svo kemur sjómannadegi og ég er með Kristján minn lítinn hérna fyrir Sundlaug þar sem að hátíðahöldin eru. Og þá er sagt að Sólbakur hafi verið með hæsta mat, best útkomuna frá gangi fiskjarinn sko. Og til að veita þeim velunum viðtöku er hér Jón Aspar skrifstofustjóri UA og ég sem var búinn að vinna þarna mánuðin saman ofan í lestinni til að ganga frá fiskinum. Ég stóð þar bara og horfði á svona og litla strákið minn en svona af hverju tékkur ekki á því hvort það væri einhver úr áhöfn Sólbaks í landi Þetta er eins og í ameríska fótboltanum að þegar einhver vinnur þar Super Bowl eða hvað það heitir þá kemur alltaf eigandinn og tekur við byggarnum ekki leikmennirnir. Mér finnst þetta mér langa ekki að upp að taka á móti þessu, það er ekki það, ég er bara að hugsa bara móralinn sem er eða var og kannski er ennþá, ég veit ekki, en svona var þetta og
Mér fannst að koma fram eins og við höfum nefnt hérna áður þegar Ríkisútvarpið fór með umræðu hækkun veiðigjalda og fór með það til Grundarfjarðar. Mér fannst að vera svona dæmi bara algjöran vanlestur á hvernig samfélög eru, það sem að eru kannski 1 eða 2 ættir sem að svona drottna yfir bara möguleikum fólks á lífsviðurværi. Ég held þetta sjórið þannig að það hérna Guðmundur Runólfsson fjölskylda og svo var Sófónías Sesilsson, en ég held að fisk á Sauðárkróki eigi það. Þannig að það bara önnur útgerðin eða sko stjórnendur annar útgerðin eftir heima í Grundarfirði. Já, og þannig mun það verða, það mikið af því að Snæfellsnes sumuleyti sérstakt, af því það eru ennþá svona meðalstórar útgerðir, jafnvel litlar þar sem að einhver fjölskylda á 1 bát, en óhjákvæmilega munu þessar útgerðir líka vera seldar þetta gengur niður. Ég hitti Óla Rögg á Hverfisgötunni og útgerðarmaður sem að ég kannast nú sérstaklega bara við í gegnum ykkur bræður sko, en við vorum eitthvað að spjalla, það var bara að spyrja daginn og veginn og svo enduðu eitthvað inn að ég sagði við hann ekki og svo selur ekki kvotan eitthvað svona, stælar í mér og þá sagði hann eitthvað nei, en þá sagði ég en syniðinni munu gera það og sagði nei, eitthvað svona en það var þetta, þú veist, maður geta ímyndað sér að svo gengur þetta niður og niður á endanum náttúrulega munu stórútgerðin kaupa þessar útgerðir eins og aðrar sko. En Ólafur Röggvaldsson, Óli Rögg, hann og Hjálmar Kristjánsson sem bróðir Guðmundar í Brími, þeir eru svolítið svona vakandi yfir þessu. Það eru þeir, eins og mér sagt, að þeir séu svona að gæta svolítið að þessu, til dæmis bátur sem ég var lengst á, Ólafur Bjarnason, að Hjálmar, bróðir Guðmundar, hann keypti þá útgerð til að halda sko og þá líka með verkun í Ólafsvík það ekki svipur hjá Sjón sko sjávarútvegurinn í Ólafsvík heldur var þú varst þar? Nei, ég að segja sko ég voru 40 bátar hefa það eiginlega ekkert í höfninni og sára lítil fiskvinnsla sko. En það samt verið að verja þetta sko, þannig en svo fiskmarka á nærðarna líka þannig að þetta keyrt burtu líka hluta af þessu Nei, það ekki þetta líka þessu saman við það sem var. En það var sko að því að sjómannadagurinn að einu sinni voru við sjóararnir að funda og vegna þess að komandi sjómannadagur og þá vildu þeir sem voru sjómannadagsráðinu allir halda áfram. En svo Jói Steins sem var vélstjóri garðaðuröðurum, skemmtilega ákveðið maður, að hann bara í mjög langar í þetta sjómannadagsráð, sko, mér finnst að það vanti þetta og þá segir það verður bara einhver að víkja fyrir Jóa, sem að þessu sækir þetta svona fast, hann á að fara þann inn, sko, sem hún varð, en þetta var svona... Náðu ykkur breytingum? Ég veit það... Hérna í bænum sjómannadagsráð til húsa í Hrafnistu og hefur alltaf verið svona, þetta ekki kallað svona powerbase hjá sjálfstæðismönnum. Þannig var fyrst þegar ég vissi af þessu að þá var Pétur Sigurðsson, sjómaður, formaður sjómannadagsráðs. Stærstu og flottustu skrifstofu bara á höfuðborgarsvæðinu. Ég get svarið að maður þurfti að labba sko 10 metra áður maður koma. Það var líka þegar ég kom að áratugum síðar, til skrafsvaráðgerða við Guðmund Hallvarsson held ég og þá var þetta svona, ég bara játti ekki orðið yfir. Nei, en ég var reyndar lítill, ég held ég að vera 11 ára, þá var ég sendill á Hrafnistu. Þannig að kannski skrifstofan ekki stór, hún í barsminni mínu. Já, ég fór gæn sem fullorðinn maður. En ég heyrði skemmtilega sögu þegar Guðmundur Hallvarsson var þarna. Að þá kom eitthvað, hvort það var einu sinni í mánuði, þá kom Davíð Oddsson og Halldór Blöndal í mat og þau borðuðu þess í mötuneytinu á Hrafnistu. Og Sigurður Kári sem hefur nú verið svolítið í fréttunum núna að skamma Ólaf Þ. Harðarson fyrir að benda á það hvernig megi stöðva málþóf. Og segja hann einhvern veginn farið út fyrir eitthvað. Ég veit ekki, hann er bara prófessor emeritus og er bara einn af mönnum sem hafa Við trúum honum fyrir ekkert. Hann er einn af þessum mönnum sem sko sannarlega málfrelsi. En ég veit ekki alveg hvernig hann getur verið að fara út fyrir eitthvað. Og notar það sem betur fer sko. En þá sátu þeir hann, mér finnst það skemmtileg mynd að sjá Sigurður Kára sem maður á miðjum aldri með þessum gammalmennum að borða.
mat sem er svolítið mikið soðinn eins og er oft á elleiminum. En sjálfstæðismenn hafa alltaf haldið sko svona, og það áttu meðal annars sjómannafélag Reykjavíkur sem heitir held ég Sjómannafélag Íslands núna. Það voru alltaf sjálfstæðismenn og ég man að ég tók þátt í því að hvetja til mótframboðs við þá. Og þá var viðkomandi bara rekinn úr félaginu sem að síðan var dæmt ólöglegt en þannig mættu þeir bara með öllum mögulegum það yrði bara svona frjálsar kosningar innan félagsins, mættu því með einhverju hörku. Já, það er rétt. En það er... Hvað heitir hún? Hún hét ekki Heiðveig, nei hvað heitir hún? Já, þú gáður, það kemur að þér. Já. Þannig að þeir hafa varið þetta alveg fullri hörku og núna er formaður sjómannadeildar svona ungur maður sem þú settir mig alveg út af laginu með þess fyrir nöfn á einhverjum en hann tjáði sig svona mjög pólitískt sko þannig að fyrir flokkin já og bara eiginlega gegn hugmyndum hækkun veiðigjalda sem að ég held að það ég meina að þú myndir spyrja sjómenn að þá eru þeir ekki á móti hækkun veiðigjalda en það sem að sjómenn myndu helst vilja svona það er ákveðin hugsun í þessu frumvarpi að verða að taka mið af markaðsvirði það er náttúrulega gríðarlegir hagsmunir fyrir sjómenn að verði til einhver svona markaðsverð sem að ræður viðskiptum á milli skyldra aðila þegar útgerðirnar selja sjálfum sér því að þeir eru eiginlega með 20% kjaraskerðingu bara innbyggða í samningana af því að ef ég á bæði skipið og vinnsluna þá get ég selt sjálfur mér á 20% undir markaðsverði sem að þýðir það að ég bara skerði launin þínu með 20%. Og ef þú ert með svo nýtt skip þá tekur önnu 10% með það. Já, sem að er þáttaka sjómannana í nýsmíðinni. Á þess eignast nokkuð í skipinu sko. Sjómenn tóku þátt í kvótaköpum á 10. áratugum. En þeir eigi ekki kvótan. Egill bróðir var ansi góður, hann var stýrimaður. Og útgerðarmaðurinn, skipstjórinn kemur útgerðarmaðurinn og tilkynni það að þeir ætla að kaupa kvóta, hans er svolítið dýr og þeir vilja áefnum taki þátt í kaupum og kvótunum. Og þá sagði stýrimaðurinn, Egill Egilsson, þá sagði hann já, ekki mál. En ekki fyrr en þið sýnir mér það að stýrimaðurinn á bátnum sem kvótið var tekin af, fáið þá það sem ég borga. Hlustar ekki á það? Já, ég var bara... Þannig að sko, Egill harður á sínu sko, og þetta var alveg rétt hjá honum. Já, ég skal borga þetta, en þá sá sem misti það, hann fáið það sko. Jafningi minn þar sko. Ég bara var að fletta upp og Heiðveig María Einarsdóttir og það endaði með því að sjómannafélagið þurfti að greiða henni 1,5 milljón. Þessi greiða sekt í ríkissjóðs fyrir að reka hann á félaginu sem var ólöglegt en með þessu tókstu með eyðileggja það að sjómenn gætu valið sér fórustu þannig að það voru beitt. Já, sem það verið að bara mórandi hvað sem það kostar. Alveg. Komið vekk fyrir það hvað sem það kostar. Og sumileyti er sko svona kjarabarátta sjómanna hefur alltaf verið í ákveðnir erfiðleikar út af þessum svona rosalegu tökum sem að útgerðin hefur að ef þú ert með uppsteita þá færðu bara ekki pláss og svo náttúrulega eru sko pláss á þessum tórum er náttúrulega mikill happafengur og gríðarlega tekjur þannig að þetta eru mjög verðmætt pláss og kannski svona kjarabaráttanum að bæta kjör á kannski ekki við þar en svo eru kannski aðri sjómenn í öðrum plássum. Ég hef þess heyrt að þessi algjör og þrælakistur þessar línuveiðar sem eru á þessum litlu bátum sem einhvern veginn eru svo astanlega stuttir til þess að hitta inn í einhverja mæleiningar sumir hafa sagt að lítið út eins og straujarn að þetta séu alveg hryllilegar þrælakistur sko. Og kannski með sæmilega tekjur en vinnan sem þau þurfa að gera upp í það og þetta hlýtur á mikið hreyfing á þessum bátum undan öldu og svona. Þetta er alveg glötu sjóskip sko. Já, hljóta að vera sko. Þau eru smíðuð til þess að, ég man ekki hvað það voru 12 metrar sem með að vera á lengd til þess að mega stund þess að veiðar svona nálægt landi. Þetta er eins og lyftuklifi einhvern veginn. Já, þeir eru ljóti líka sko. En svo er líka eitt í þessu, það er miklu færri sjómenn í dag heldur en þegar þú varst. Þetta er líka í sama. Og þú varst að lýsa höfnin í Ólafsvík sem var full af bátum, ég man eftir því, bara
fulla bátum og við færum upp á Akranes. Ég held að þú sjáir ekki sko fiskibát í höfninni lengur. Kannski það er ykkur strandveiðimennar sko? Já, ég held að það sé ekkert margir sko. Nei, einhverjir, ég var bara að hugsa... Þetta er skipaskagi. Einu sinni var bara höfnir fulla af þessu og bátandi komu inn og voru að landa og hérna fólk var að vinna við hérna fiskvinnsluna og þá komu vörubílar frá netavestaðunum með hérna skipt út net eða fara að gera við þau og fara við elsmiðunum. Já, og skipasmíðastöð þannig hinum einn á Nesinu, Akranesi. Já, og það er með matvörubúð sem ég held að sé ennþá opinn. Hvað heitir hún, Einarsbúð eða eitthvað, sem að var með kostinn, þannig að það hríslaðist upp frá höfninni svona lífæð bæjarins, en núna er bara slökka þessu og hérna allt snýstu það að reyna að lokka einhver atvinnufyrirtæki inn með því að sko veita þeim afslátt af hérna alls konar gjöldum og fleira svipað og Húsvíkingar neyddust til þess að hérna fá bakka hérna. Já, það var ekki nú bara Steingrímur og Sigfússon sem það var gefið eftir alls konar svona hafnagjöld og það var ríkið boraði hérna gat hérna í einhvern jarðgöng og þetta er svo mikill munur á því hvort að sko bæjarnir sjálfur hafi raunverulega afli til þess að byggja sig upp og innan bæjarins séu teknar ákvarðanir um framtíðina eða þegar sveitafélagin eru svona lamin og brotið á hneskilenda þannig að þau þurfa að vera að fara einhverja bónleið til einhverja sem að koma og gefa eftir opinber gjöld En sko, Smári, að hérna Snæfellsnesið, það er sérstök útgerð þar, það er minni togarar svona í Grundarfirði og svo svona hefðbundin bátaútgerð í Ólafsvík og Rifi og það er vegna þess að náttúrulega það er svo gjöful mið það er bara gjöful miðan þannig að það er búið fisk alveg lífandi spýst. Fjörðurinn er fullur af fiski. Já, en svo hérna hittu við þennan margumrædda Ólaf Rögnvaldsson saman í Múlakaffi og þá fór hann að segja okkur að fiskurinn væri svo mjór, hann var svo horaður og hann tók sem dæmi og sagði sko í gegnum árin hefur haus á fiski verið meðaldali 13% af þyngdinni. Núna koma þær upp langir og mjóir og hausinn hann er orðinn í 16%. Af hverju? Spyr einhver á því? Ég veit það ekki. Já, Jón Kristjánsson fiskifræðingur, hann hefur hérna, ég hef rætt við hann hérna þetta. Já, hann vantar að veiða meira. Það er bara ómikið af fiski og hann er byrjað, hérna, hann hefur ekki æti og það besta sem við getum gert alveg eins og hérna eða væri fiskeldi eða eitthvað, það er bara að taka úr stofninum svo að þeir sem eftir eru hafi meira æti og hann, Jón Kristjánsson hefur komið oft hingað við hérna rauðaborðið og flutt svona sína skýringu á þessu og hann segir þetta séu mistök sem hafa átt sér stað út allt í Eystrasaltinu, Norðursjónum og fleira það sem hefur verið eyðilagt með hérna svona þessari hugmyndum að sé hægt að geyma fiskin í sjónum og veiða hann seinna. En það stofnstærðin ræðst bara af fæðuframbóði og ef það er mikil fæði þá er óvægt að veiða og þegar það er lítið fæði þá ættu enn frekar að veiða. En ég hef spurt menn að þessu að því að ég bara undir Jón að því að við heyrti þetta að fiskurinn væri svona mjór og hann fann einhver svona dæmi það er bara raunverulega þannig en síðan hef ég verið að spyrja sko stranduði með núna sem að eru og þeir segja að fiskurinn sé bara í góðum holdum sko en kannski eru þeir bara á meiri grunnmiðum eða eitthvað, ég veit ekki en þetta er náttúrulega mjög alvarlegt komin meiri áta, við vitum það þetta er náttúrulega mjög alvarlegt og mér finnst alltaf leiðilegt að það sé ekki hægt að ná meiri svona umræðu raunverulega fiskveiði í stjórnina sem er eiginlega, sem Hafró leggur til. Hafró lofaði okkur hérna fyrir 40 árum að með því að geyma fiskinn í sjónum að þá verði hér veiðarlegur stopp svona 500.000 tonn. Ég er ekki bara verið að mæla með rúmlega 200.000 í dag. Það er alveg sá hluti kvótakerfisins hefur ekki gengið upp. Nei, og þegar einhver er alltaf að halda einhverju fram sem að gengur ekki upp
Þetta alveg svo manstu þegar það var hérna með bóluefnin og sagt að ef við fengjum bóluefni þá verðum við ekki veik. Jú, en við verðum eitthvað veik ef við verðum minna veik. Nei, það víst ekki. Þannig þá fer maður efast. Og ef Hafrannsóknastofnun segja hérna við ætlum að geyma fiskinn í sjónum því að þá getum við veitt meira og það gengur ekki í ár og ekki í næsta ár og ekki næsta ár og ekki næsta ár og í 40 ár hefur þetta bara ekki staðist. Þá finnst mér furðulegt að allir koma að þessu og segja jú, þetta verður við að vera með vísindalega hérna nálgun. En ef að sko þessi nálgun ekki að skila árangurinn sem þau sögðu, þá þetta bara eins og tilraun. Hitt meira verðmæti, sko. Hitt mönnum meira verðmæti að hafa sko forgang í stofnana. Ja, það einmitt málið, sko, sem að við ættum að geta rifjað upp bara því þú ert í blaðamennsku eftir þú ert í sjómennsku. Þú manst að þegar kom hérna veiðir ágjöf frá Hafró, það eru bara 210.000 tonn þorski, þá eru sko útgerðin brjáluð, algjörlega brjáluð. Svo allt í einu bara púf, þagnaði þetta. Útgerðin hérna tjáði sig ekkert þetta. Og þá hérna, ég held að þú nefndir hann Ólaf Ufs áðan. Ég held að hann hefði sagt þetta, að hann hefði heyrt eitthvað segja að þetta sé bara gott, að sé hérna dregið úr, því þá getum við heyrt þá sem að standast ekki. Og það felst í því að þú varst kannski búin að taka lán til þess að kaupa nýjan togara og varst með mjög skuldur og svo bara skorið niður kvótinn og þú bara getur ekki rekið. Nei, þú nærið ekki að fiska upp í skuldirnar. Og þá hringir bankinn í Samherja eða eitthvað stór útgerðina og eiginlega flytur sko útgerðina þína til þeirra. Og það var það á því tímabili sem er á 10. áratugurinn og síðan hefur ekki heyrst múkk frá stórútgerðinni hérna tillögur Hafró að á þeim tíma þá var flutt sko gríðarlegt magna kvóta frá minni útgerðum, skuldugum útgerðum, sumir sem hefur bara óheppnir, keyptu togarana á mjög óheppilum tíma. Var flutt hérna yfir til þeirra sem að stóðu betur. Það sagði einhvernig við mig, hérna var þá, það hafði verið frægur aflaskipstjóri, mjög farsæll sjómaður og hann sagði sko að, ég var ekki að tala um hvað hann átti mikinn kvóta, það var alveg ótrúlega mikið og ég segi hvernig stendur á þessu? Þá sagði hann sko að, já, það sem hann fékk uppalega, það var einhverja búið að skerða það, segir hann sko. Einhverja skerðingar að því út af vonbrigðum og hlera sem þetta verið. Þá var það farið. En kvótið sem hann átti, hann sagði þetta er allt komið frá því að einhver bankinn hringir í mig og spyr mig hvort ég vilji. Hann sagði ég hef aldrei borið mig eftir þessu. Þetta er alltaf komið til mig. Þetta er svona saga sem að þarf að segja. Kannski verður það í hérna verbúðin 2, verður fjallað þetta. Já. Því að þetta, var það ekki samt svona eitthvað svona kall frá bankanum sem var eiginlega að ýta hérna tórunum hérna burt. Við minni það nú, þetta hafði nú eiginlega komið fram þar. Já. En þetta var bara þannig að til þess Landsbanki, það sem að voru hérna stærstu skuldir sjávarútvegsins, bara Landsbanki var bara í þessu að flytja hérna... Tryggja sig náttúrulega. Já, töldu það. Ég held að það sé ekki góð trygging. Nei. Þá breyttist þetta. Þá var þetta orðið svo mikil verðmæti. Það er bara þannig. Já. Og þá var þetta snýrt um það, hverjir eigna skótan? Það eru þeir sem hafa aðgengi að fjármagni. Hverjir hafa aðgengi að fjármagni? Það sem að þeir eru sem eru litir á sem betri kunnar í bankunum. Það er ekki þannig að þeir hafi einhvern veginn aflað meira og búið til meira eigið fé vegna þess að þessi betri sjómenn. Það snýrst aldrei um það. Þú veist, það voru margir góðir sjómenn og margir góður útgerðarmenn sem vistu útgerðina sína vegna þess að þeir bara skuldi þeir eru keypt á óöflugum tíma að það hérna var gengisfelling og skuldirnar hækkuðu þannig að þeir allt innu reyði ekki við þetta. Hafró dró saman veiðiráðgjöfina, eitthvað svona sem eru utanaðkomandi aðatrið en kannski brilljant sjómenn og góður útgerðarmenn. Sko fyrir einhverju síðan að þá var Egill bróðir okkar og einhverju vélstjóri að veltaði fyrir sér að fara út í útgerð og það var svona bara venjulegir heimilisveður og sjómenn og hérna eins og hefur verið gerst í gennum alla Íslandssöguna, það eru bara einhverju duglegir sjómenn sem hafa ákveðið að kaupa sér bát og byrja að vera sjálfsísherrar. Já, og þeir sem sagt reyndu hvað ég gátu. Og olíufélagi sem er alltaf að kaupa var tilbúin að lána þeim og svona kollakolli. En svo þegar þeir fóru að reikna þetta og það þyrftu líka að kaupa kvóta, þá bara búm. Og fjall þetta. Þetta var ekki mögulegt. Nei,
Þetta hafa margir menn eins og þessi sem þú ert að segja frá, það færi til Noregs til þess að byrja útgerð. Það eru hellingað í íslensku sjómönnum sem eru svona í norðanverðum hluta Noregs með þessi alveg nyrst í Noregi sko, sem er eiginlega nær Rússlandi heldur en hérna Tromsø, sem er svona litli bæir, útgerðarbæir. Þar eru íslenski sjómenn sem hafa enga möguleika á því að hérna, koma sér upp bát hérna og byggja svona hægt og bítandi upp sem hafa það bara mjög fínt í Noregi. Já, og eru sumið þeirra á íslensku bátum, plastbátum sem hafa verið smíðaðir, sérstaklega á trefjum held ég. Já. Þannig að svona, við erum búin að flytja út hluta af sjávarútveginum eða sjómennskunni. Já, vegna þess að það er ekki pláss hérna. Nei. Sem að Sameinuðu þjóðirnar maður þetta því að mannréttinda stofnun Sameinuðu þjóðirnar benti á að kvótakerfi íslenska stæðist ekki mannréttindi af því að þar hefðu menn ekki möguleika á að gera það sem að Egill bróðir vildi og þeir sem að hafa farið til Noregs hafa gert. Það er að vilja vera sín eigin herrar. Það er bara búið að loka, þannig að það er engin nýliðun nema náttúrulega í strandveiðinni sem er náttúrulega þú farið að veiða 700 kíló. Já, á dag. Já, þar held ég að til dæmis ef þú verður að kaupa þig bát núna að þú bara rétt skrimtir af þessu 700 kílóum. Það náðum bara nánast daglega. Sko. Já, og svo bara alltaf á róa. Já, og svo sagði hérna Kjartan Sveinsson sem er hérna formaður Strandveiðifélagsins. Hann sagði að sko bankarnir neita lána ef þú ætlar að kaupa hérna strandveiðibát, það færði ekki lán út af það, þið takk ekki veð í því. Já. Þannig að það er víða það sem er stýring. Herðu, en við ekki að segja þetta gott í dag. Jú, endilega, bara áfram sjómenn. Já, við óskum sjómennum til hamingju með daginn og hvetjum til þess að heyja baráttu því að sumir, hérna fyrir, sumir sjómenn sagði sko, hérna, sem ég gerði aldrei, en hetjur hafsins og hermenn þjóðarinnar. Gleðilegan dag. Já, sendu þeim kæra kveðjur öllum. En við þökkum hérna gestunum sem hafa komið hingað í dag og Þresti Leó fyrir að hérna, flytja ávarp óþekkaða sjómannsins kærlega fyrir og Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út en mest þakka ykkur hlustendur góður og áhorfendur sem hafi breytt þessu spjalli okkar í fjölmiðlun og minni á eins og ég gerir stundum að þið hafi byggt upp dreifikerfi samstöðunar bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér bent á að það megi finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarsveitum bæði undir nafni samstöðunar og einstakar þátta. Við erum í útvarpinu á stóru höfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM en það má líka sækja þær útvarpsendingar á spilarann bæði á netinu spilar.is og svo spilar líka app sem má hlaða niður í farsíman og hlusta á samstöðuna á allar íslensku útvarpsstöðvar, hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar erum við nú með 5 af fjarstýringunni, kannski ef til vill mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins samfélagsumræða í þessu þætti, rauðaborðinu og öðrum þáttum samstöðunar. Það sem hefur drifið áfram uppbyggingu samstöðunar er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það er hérna stór hópur, eitthvað 1600-1700 manns. Það kostar 2750 á mánuði að vera áskrifandi að samstöðunni sem að mér er sagt að sé hlægilega lágt verð í samanburði við aðra fjölmiðla. Ég held að kosti bara 10 skall eða svo að vera áskrifandi á mokkanum sem að stór útgerir rekur. En ég veit að það eru margir að núti sem að hafa kannski fyrir löngu ákveð innra með sér að vilji gerast áskrifendur hér til þess að styðja samstöðuna í gegnum ólgusjó þess að vera að byggja fjölmiðl á okkar tímum. En hafa kannski ekki látið vera aðri. Við þekkjum það eru margir sem er alltaf á leiðinni í ræktina og margir eru alltaf á leiðinni að hætta að borða sykur og fleira. Við erum svo ofti á leiðinni að gera eitthvað sem við vitum að við ætlum að gera. En stundum þurfum við bara að kýla á það. Þannig ég hvet ykkur til þess að fara inn á samstöðum.is. Það er nappur sem stendur áskrift og skrá ykkur fyrir áskrift. Þið geti borgað 2750, megi borga meira þið vilja og þeir sem að kjósið geti látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta er gott í bíli, ég óska ykkur bara góðrar helga þessum eftir aðvinni. Svo sjáumst við hérna aftur annað kvöld klukkan 8 en þá verður rauðaborðið hér. Takk fyrir.